Og jólaþáttur FM 95 blöð hefur hafið göngu sína þennan yndislega föstudag. Hárrétt hjá þér. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja tveir kumpanar, annar grjótharður, hinn linur. Svona ekki linur, mjúkur. Hann mjög linur. Málið það, ég er með harðafittu. Ertu með? Ég er með harðafittu. En er það ekki verra að vera með harðafittu? Er það? Er það ekki svona, þú veist, ég er mjúkur. Já. En ef þú ítir á mig, þá er ég allur harður. Ég er bara með svona smá mjúkt lag yfir. Er það ekki, Egill? Ég kemst þetta alveg meter. Meter, þetta er 10 centimeter. Nei, þú ert að fara kannski. Þetta er nú ekki meter. Centimeter. Færða hans inn. Centimeter. Þú er oft verið hérna, ertu búin að vera eitthvað aðhaldið? Nei, ég hef aldrei verið eiginlega jafn þungur en lít rjóma vel út. Ég held þetta séu bara, er ekki alltaf að tala að vöðvar séu þyngri en fitta? En þú hefur verið að lifta eitthvað? Nei, ég er bara búin að vera að gera mitt þeng. Ég er bara búin að vera ég er búin að taka lúin í metro og búin að taka smá Kenny og ég bara lít fanta vel út í stuði. Mjög vel út. Þegar þú segir að þú séð þungur, þá ertu að tala bara líkalega, ekki? Ertu ekki léttur og ljúfur andlega? Ég er mjög léttur og ljúfur andlega, en já, og bara lít fanta vel út, ég veit ekki hvað ruglit er í. Nei, það var enginn að segja annað, ég sagði bara að vera mjúkur. En hvernig er þú, Egill Einarsson? Ég held ég hef ekki verið betri. Aldrei verið betri? Já, ég var að hugsa hvernig var ég betri síðan. Ég var að hugsa á hann. Með þetta engin dagur í hug. Þannig að þú hefur bara aldrei verið betri? Það er bara þannig. Strákar, þetta er sérstakur jólaþáttur. Jólaþáttur, þetta er bara síðasti þátturinn á árinu. Síðasti þátturinn á árinu. Já, það er bara þannig. Já. Það er svolítið magna. Og líka sem er ekstra skemmtilegt að það er allir að hella í sig í kvöld. Já, það er ekki bara helgin, er ekki þvílík stemming bara alla helgina. Byttu út á hverju haldið það að sé eitthvað meira núna en vanlega. Allir búin við prófum. Fólk var að klára próf. Já. Og fólk, þetta er líka svona þessi helgir á þægilegum stað hvað jólin varðar, því að ef þú gerir eitthvað helgina þá ert alveg orðin góður næsta 50 dag, sko. Já, ég skil. Þannig ég er sammála, ég held að sé mikið stuð helgi. Það er allt með okkur fyllibjóttunum í liði núna þegar kemur að þessu. Já, þetta er eiginlega drauma jól byttunar. Ok. Það má segja það. Og við erum með fínasta þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við erum með einkamálið sem hefur verið í góðri pásu. Já. Það er spurningakefni Gilsana stendur hérna, kortbetur frekar, okkur stendur stuðla hérna. Út af því að það er aldrei að hella í sig. Fólk er að hella í sig og fólk heimta stuðla. Já, þetta er jólaþáttur, sko. Mikið af fólki búið að pikka í mig vikunni, verður ekki örugglega stuðla. En er DJ Alligator eða DJ Bobo, eru þeir búinir að hendi jólastuðlög eða? Nei, Base Hunter hendi jólalag, en þú veist, það er allt í lagi. Já, en þú átt náttúrulega jólalag, DJ Muscle Boy. Ég veit allt það. Það var engin samkeppni á þessu markaði, en ég taklaði það. Getur þetta að spila það hérna eftir? Já, keira jólinn í gang. Já, en nú spyr ég drengir, eru þið konið í jólaskap? Já, sko, nei. Ekki? 18. des? Já, þetta er ekki dottið inn. Þetta hefur yfirleitt dottið fyrir inn, en það er búið að vera svolítið brjálega að gera. Þetta er búið að tefja svolítið fyrir mig að en núna, sko, ég er að fara að detta í, hvað er ekki, það er á miðvikudaginn er komin Þorláksmessa, þá fer ég í gírinn. Ég fer seint í jólagírinn, en ég stoppa lengi í honum. Ég er að fara að draga hann alveg út í feb, sko. Já, ok. Ég er svolítið þannig, sko. Ég byrja, sko, 23. til svona 19. februar. Nú dettur í gír og Þorlák. Já. En byrju, tökurnar sköpunur er búið, þetta er nú ekki komin í gott frí, eða? Nei, tökundarsköpunu, eru nýbúnar en ég er að fara, maður þarf eitthvað aðeins að klippa, að vera með puttan í því og svo. Bættur inn tökum á eftir að Star Wars sýningin dóum daginn. Herru, það var greið lið, það var bara múæsingur. Það klikkaði síðustu 10 mínútur í bíó. Góðu sketch á sköpunum. Þetta er forsýning á Star Wars, þetta er stærsta forsýning allra tíma. Það fólk búið að lauma sér inn, sko. Já, það fólk búið að lauma sér inn og það voru 15 miða seldir í forsýlu bara á Íslandi og ég myndi ykkur, sko, ég held þetta að vera stærsta opnahelgi á kvikmynd í heiminum og það var bara, þetta voru forsýlu miðanir, sko. Þannig að þetta er alveg rosa stórt dæmi og á forsýningu eru aðal nördarnir mættir. Við erum að tala menn sem eru mættir með green face, bara mættir sem Jóta og með sverðin og þú ert ekki að fara að taka og þú ert ekki að fara að eyðileggja þessa mynd fyrir þeim. Þú bara þarft að vera gjörsanlega klikka. Það gerðist náttúrulega svona slískirast. Já, ég er ekki að benda á bíóhúsin. Ég er bara að segja að þetta gerðist. Þetta þarf að vera í sköpunum. Og þetta er bara nóg til. Og verður þetta ekki í sköpunum? Nei, sko þig með bólur, hlaupa upp með geislasverð, afhaussa alla í afgjöfslunni
Reyndar hefði þetta verið bara mjög fít sketsur en það ekki hægt að bæta endalst við, það bara búið að læsa þessu. Já, en Skaupið, það tilbúið, þannig séð. 1-1, en gerur grín að Rikka G í Skaupinu? Ég verða... Gerur grín að Rikka G? Hann fór inn í kassan á King Almari og skítu skónum eftir að hann var búin að mýga og skíti í sig í viku í kassanum. Rikki G ætla náttúrulega, hann var alltaf að tala að fara inn í svona kúlu og hann ætlaði að vera í hamsterskúlu sjálfur. Það taka 2 vikur í henni og hlaupum bæinn og flottu gjörningur í honum. Inn í kassanum í viku, þetta er basically heimilans og Rikki G fór inn og í skítugum skónum. Þetta er basically eða það er eins gott að vera gett grín að Rikka G í Skaupinu. Þetta er basically eins og einhver myndi bara lappa inn til manns inn í ískáp, fá sér mjólkuglas á skítugum skónum og lappa aftur út. Það er það sem Rikki gerði. Ég vorkenndi alman eftir þetta. Þetta er jólalaga FM 95 blöð sem kom út fyrir, cirka 2 eða 3 mánuð síðan. En við erum í jólafíling hér, drengirnir, erum á detti í jólaskap, eru búin að köpa alla gjafinnar? Nei, ég er bara ekki byrjaður. Ekki byrjaður? Nei, ég á eftir 3 ár. Það er ekki byrjaður? Ég tók góða skorpi í vikunni. Já, ég hef tíma til 4 á morgun. Þú ert svolítið típan, þú smíðar og saumar þína gjafi sjálfur, eða ekki? Nei, það ger ég alls ekki. Nei, það voru alltaf nett vonbrigði fyrir foreldra mína á sínum tíma þegar ég kom heim með gjöf úr smíðum. Þau gátu eiginlega bara ekki verið með það sýnilegt við miður. Með slag og smiður. Alveg hræðilegur. Þetta er að smetla á mér. Ég er að vera búið með þetta bara og ég er óvinni tímalega ár og lífi leikur. Það er glæsilegt en það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð og ég ætla að byrja slúðrið á Kris Jenner sem er mamma Kim Kardashian. Þetta er alltaf sama. Ég veit að þessi Kardashian fjölskylda. Þetta er ekkit besta slúðrið. Á hvað slúðu sem erum við? Ég er að vinna svolítið með TMC núna. Já, þau eru bara svona mikið það líka. Já, þetta er frægasta fjölskylda heims. Byrjar að slúri mjög vel. Það sem er að gerast núna á Kris Jenner er að hún ákvaða að reka her entire security team eða bara allt öryggisliðina var rekið. Why? Og ætlar hún að fá sama öryggislið og sér Kanye West. Það er vantilega rándýrt teimi. Já, það er eitthvað svaða teimi. Kanye nennir engu kjaftaði. Nei, og hún var eitthvað búin að tala við Kanye og það voru búið að nást einhverja myndir og eitthvað fleira og hún bara segist ekkert alltaf að vera að taka sjensinn með barnabörnin sín og annað, þannig að hún vil fá betra öryggislið. Já. Hann er alltaf að stela krúinans Kanye. Já, nei, sko, bara fá sama frá sama fyrirtæki. Getur þau passa Kanye og hann á sama tíma? Já, þetta er bara eitthvað fyrirtæki og það var ekkert búið að gerast þannig sér, sko. Ég held að þetta liða við staðis ágætlega. Þetta er bara, ætli Kanye West hafi ekki náða að selja þetta eitthvað. Já, ég skil ekkert í þessu. Hvað? Þetta er mjög góð slúður. Nei, bara Það er ekki að fíla þetta slúður. Hvað er þessi slúðum alveg? Ég náðu þess ekki, var einhver sem náði myndum hvað innum gluggan eða? Nei, bara í garðinum held ég eitthvað svona. Þetta var eitthvað gæi, kom ekki í garðið þinn núna stendi. Já. Hvað myndir þú gera? Ég myndi ekki þurfa að hringja í sömu öryggismenn og Kanye. Já, þú settur nú heimilisfangi að Steinda Junior einu svona á Twitter og mástu hvað hann leta á Facebook. Taktu dút og ég ætla að segja hvað heldur að segja Justin Bieber. Nei. Það er eitthvað sem ég var til að posta online. Það er samræði sem við þrír áttu, þið tveir áttu inn á spjallin okkur á Facebook. Þá satt ég heima, ekki með síkó því ég reik ekki, en ég satt og ég grenni á hladri. Já, en það er bara ekki. Þú bara hei. Það er bara algjör óþarf. Það er algjör óþarf að vera að posta heimilisfanginu hjá fólki bara á Twitter. Það myndi öllum vera illa við það. Já, ég veit það er öllum illa við það. Ég er skráður bara á netinu og getur allir fundið mig og getur bankað mig bara eftir og vil, sko. Hefur verið að lenda í Crazy Stalkers, Steindi? Nei, ég segi það nú ekkert en jú, ég Allsberi gæjar eitthvað dingla það? Nei, það er ekki þannig. Ég hef alveg fengið fólk sem er bankað upp á. Ég ætla ekki að ljúga því. Það? Já, ég og gera hvað? Bara vera skrítið. Hvernig bankar maður upp á hjá að vera skrítið? Þetta hefur bara gæst. Ég nenni ekki að stoppa að tala um þetta. Þetta er bara eitthvað. Þetta er í Mosfellsbæ. Já, ég býð í Mosfellsbæ. Og var það einhver að keyra upp í Mosó eða var það eitthvað fólk úr Mosó? Nei, ég veit það ekki. Þú varst yfir Kópavogi heillengi og núna í Garðabæ, Arðanesuna, sem vantarlega hlið til að loka okkur almúan úti. Það er lítið þægilegt að fá eftir söguna að Steinda. En segðu mér
eitt, eitthvað dingli á þér, eitthvað allsbyrgæðir, eitthvað að tala við þig, þú heima í Kópavogi? Nei, það kom oft krakka sem þykist vera að sækja eitthvað á tombólu og maður sér oft þetta eru sömu krakkarnir, sko. En það bara hæ og bæ, sko. Ég ekkert að fara panika yfir adressunum minni svo steindi, sko. Nei, ég ekkert að segja, maður bara, ég nenni ekki að tala um þetta. Já, ég ekki að láta, þetta kemur út eins og ég sé að hafa mér eins og Tom Cruise hérna, sko. Sem bara alls ekki tilvægt. Það er óþarfi að hvetja fólk til að fara heim til mín og posta heim. Já, ég er sammála því. Já, við erum allir sammála. Ég var að hvetja að þú fara heim til þín og bara, ég vil ekki ræða hvað það var, en það var ekki þannig. Nei. En, já, svo hérna Nei, þetta var bara svo fyndið samtal. Því að svo sást þú að Egill var að skrifa, það sást Egillis typing, þá komst þú bara 1.000.000. Akkur er þetta hér, akkur er þetta hér, akkur er þetta ekki núna. Ég fór ekki öðru. Nei, þú eittir þessu. Já, svo ég með meira slúður. Það ekki bara Steindi Junior sem í slúðurunni hérna í dag. En þú ert eins og svona típa, þú myndi að vilja hlið. Nei, alls ekki. Nei, okay. Alls ekki. Blöð bara hlið, hlið að dettin á blöð. Selena Gomez Dingla ég bara, ringi í þig og segi opnaði hlið núna. Nei, þetta er nú bara einu kostunum við þetta hlið, þá kemst þú bara ekki til heimsókn. Hvenær kom þetta hlið? Það er ekkert að koma eitt hlið, það voru eitthvað 2-3 ræður á Facebook eitthvað sem búa þarna sem að vildu fá hlið. Hvað heldur það séu? Ég ringi Bjarna Grant. Hvað eru að tala um hlið þá bara að taka hverfið og... Nei, ég veit það ekki. Ég held að ég sé síðasti maður sem ég ringdi í þegar það verið að halda eitthvað húsfundi þarna í Garðabænum, sko. Þú lítur að vera með svona þetta atkvæðið og Arnarnes sem allir aðri íbúar. Nei, ég er eitthvað íbúar. Ég segi að þetta er hlið. Ég myndi henda hlið. Já, ég líka. Fáum hlið, sérstaklega eftir paniki að Steinda, þá var ég til í hlið. Ég ætla að enda þetta á Selena Gomez. Hún setti inn mynd á Instagram, sko. Þetta er svo fyndið hvernig Instagram er orður. Þetta er svolítið sem ég langar að ræða eins við ykkur. Hún setti mynd af einhverjum gaur sem var smoking hot eins og stendur hérna. Og það var allt vitlaust. Aðdáendur Justin Bieber voru að kommenta að hann var ekki næsti að fallegur og hann og fólk fór að svona spá í hvort að Selena að drekka appelsínu. Já. Þetta er mjög myndalegur. Fólk fór að spá hvort að þetta var nýja kærastenninnar og hún var að segja núna, nei, ég var ekki að púla Justin Bieber á þetta að leita minna kærasta, þetta er bara strákur sem er að leika í nýja vídeónu mínu. Og þá er hún að vitna í að Justin Bieber setti mynda einhverja stelpundaginn á Instagram og spurði vitið hver þetta er. Já. Þá var allt vitlust, því að maður eitthvað skotin í henni. Ok. Er það taktikinn í dag? Það er bara góð taktika að þú kannski skotin í stelpu. Að þá postar bara mynda henni. Eins og þú myndir posta núna mynd á Twitter, bara hver er þetta? Ég sá hann á B5 í gær. Hvaða pía er þetta? Getur einhver sagt mér þetta? Hvað, þú veist? Það var í hræðilegt. Hvar finn ég hana? Akkur er þú ekki að rokka þetta? Bíberna þessu. Ég ætla að setja þetta á Instagram næst. Það er jólapílan hjá okkur í kvöld. Ég sé ykkur stelpu í kvöld og taka mynda henn og setja hann á Instagram og segja hver er þetta? Getur ég hjálpa mér? Getur ykkur hjálpa mér að finna hana? Hver er þetta? Mér finnst þetta bara svolítið dúllulegt, sko. Og mér finnst að bæði strákar og stelpur er að taka þetta miklu oftur upp. Þú sérð einhvern, stelpa sér sæta strák. Justin Bieber kæstu upp með þetta, en 35 ára gammal sköllóttur útvarpsmaður er ekki að fara að henda í þetta á Instagraminu. Ímyndaður og færður á Instagrami. Ímyndaður og færður á Instagrami. Eða færð svona, væri taggaður á Facebook. Og þú kíkir á þetta, skilur við? Hvað er í gangi? Búið að taka nafnið svona undir einhverja fæslu. Svona, það kemur oft. Verða að benda á þig. Þú opnar hana, þá sérðu það er einhver stelpa búin að posta mynd af þér. Svona óskýri mynd, hliðamynd. Ég hef alveg lent í því. Það sem þú ert að dundra í þig, einhverjum dræjar á B5. Einhverjum dræjar og okkur er það á B5? Eða einhver staðar svona. Dansku? Já, eða bara mynd. Já, þú veist, þú ert kannski að setja eitthvað undir í kasínó eða eitthvað. Og þá kemur mynd af þér. Hver er þessi maður? Getið hjálpa mér að finna hann? Mér langar að hitta hann. Værið ekki ánæður? Værið ekki bara, herru, góð punktur á blöðu. Því að ef að pabbi einhverja stelpu er rúlum með Instagram sé sér einhvern ógæslan 35 ára sköllóttan út af hann auglýsir til dóttur sinni. Það er alltaf að ég sé að segja þetta. Við þurfum ekki að hafa það. Við þurfum ekki alveg að festa þetta. Nei, þú veist, hann væri... Hann bara, hver er þetta? Og það er dóttur hans bara, hvað er það? Hvað er þessi gæja að leita henni? Já, þetta hvað er eitthvað rugglar? Ég myndi aldrei gera þetta. Herðu, þetta er komið gott. Þetta var að leita bara okkur 14 ára stelpu. Hvað er eitthvað rugglar? Útbarast. Hegið þú slakað á. Biggi Nílsen, Svartur 2, fæst í öllum betri hljómplötuverslunum. Gefðu þeim sem þér þykir væntum betri heilsu í jólagjöf. Mikið úrval gjafabréfa í heilsurækt, nudd og degurmeðferðir. World Class og Laugar Spa. Taco sem dansar tango við bragðlaukana. Serrano. Fresh, happy, Max.
Enski barinn getur sýnt allt að 6 leiki í beinni í einu og í bestu gæðum. Enski barinn við Austurvöll. Nýja Starland jólalínan frá Obi inniheldur 18 nýja liti til að velja úr. Þetta getur ekki klikkað. Pralínmolar eru fylltir molar með lungamjúkri og bragðgóðri fyllingu sem bráðnar í munni. Gefðu þér og þínum gleðistundir með ljúffengum pralínmolum. Nóa konfekt, gott að gefa, himnest að þiggja. Ertu búin að skoða jóladagatal IKEA í dag? Ný vara á tilboði á hverjum degi til jóla. Ekki missa því. Jólin þín byrja í IKEA. Útsöluhátíð, 40% afsláttur af öllu jólaskrauti og jólaseríum. Húsasmiðjan og Blómávur. Vissir þú að ef tæki keypt hjá okkur bilar, þá lánum við sambærilegt tæki á meðan viðgerð stendur. Við gerum betur í þjónustu. Æstor, Kringlunni. Feitibotnar, kjötbotnar, blómkálsbotnar, alls konar botnar fyrir alls konar pizzur. Opnum klukkan 6 í dag. Komdu að prófa þau. Ugly, Góboi, Smiðjuvegi 2. Gefðu lifandi upplifun. Gefðu rock, pop, jazz, klassík, punk, blues, bíó, stand-up, dans, hlaup, leikhús, námskeið og ég veit ekki hvað og hvað. Með gjafabréfi frá miði.is. Ert þú tilbúinn? Alvöru flugeldar og flugeldar.com. Setjið lott á meðan út í glugga því jólamilljónirnar koma til byggða helgina. Jólapotturinn stendur í 22 gleðilegar milljónir. Lottó, leikurinn okkar. Vegamót, mini taco, hæg eldað uxabrjóst og spicy mayo. Komdu á Vegamót. Ertu búin að smakka hátíðarkalkúnin í IKEA? Ljúffeng veislumáltíð á sama frábæra verði og í fyrra. Aðeins 1295 krónur. Við tökum vel að móti þér. IKEA. Christmas Style. Fyrir ameríska jólasveina með ameríska matarlist. American Style. American Style. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Þetta mestari Drake hér með Hotline Bling í FM 95 Blö og já, það vil svo skemmtilega til að við drengirnir eru komin með góða gesti hingað í stúdíu sem voru á röltun hittum ganginn. Þetta eru strákarnir úr Kale og Jökull og Davíð, verið velkomnir. Takk fyrir það. Það segi ég gott. Bara frábær heitur þessir. Eða ekki, við þurftum eiginlega bara að grípa ykkur hérna strax inn að svo langt sem maður séð ykkur. Þið ekki búin að vera á einhverju tónleikaferðalagi? Jú, við sáum eitt mósvelling hérna og ákvaðum með heilsónum. Já, Steinda Junior sem var að sækja sér súpu og langlóku. Sáðan, var hann reykjandi þegar sáðan? Já, alltaf líkur á því allavega. Það er sem að fólki, veit ekki, sem hlustar á þáttinn, oft er að við komum inn við Egill og við erum bara 2 fyrst, þá var Steindu út af fastreiki eins og hann kallar það. Þá bara, hann hefur 1 lag til að hendi í ískalda salem og hann nýtir sér það. Það getur reykt heila síkart á 15-20 sekundum. Já, þá er hann að fastreikja. Hann nota við, það er... Ég held að Steindi reiki meir en ég. Já, ok. Ég er nokkuð viss. Það kemur ekki orð, annars erst í vesenu held ég. En hvernig gengur úti? Það gengur rosalega vel. Við erum bara búin að vera non-stop og vorum að klára 5 vikna tónleikaferðalag bara á miðvikudaginn í síðustu viku. Og er það bara þá öll Bandaríkin? Já, við erum búin að spila í yfir 40 fylgjum og 50.000 mílur og ég veit ekki fljúa. Ætlið bara að fókus á USA, ætlið ekki að fókus á... Það er eitthvað með þannig núna sko. Okay. Við förum þetta til Ástralíu í mars og svo veit ég ekki líklega til London eitthvað næsta vor. En eins og þeir eru að ferðast núna Bandaríkin, hvað eru margir að koma, er það hita upp fyrir einhverja, eru þið bara sjálfur? Já, við spilum með Vance Joy og annar hljómsveit sem heitir Family of the Year, tókum túr með þeim báðum. Og annars hefur við verið bara líka að vinna mikið með útvarp. Það er náttúrulega gigantískt magna útvarpstöðum sem þarf að heimsækja og svona vinna. Svona eins og þið, félagarnir. Þið eru vanið útvarpstöðtölum. Þið er ekki stress í ykkur félagur núna. Ég heyri það bara, þið er svo afslappaðir. Þið eru greinilega búin að vera mikið í útvarpstöðtölum. Já, svona... Við erum búin að fara í 2 útvarpstúra núna í kringum Bandaríkin. Útvarpstúra bara, já, ok. Það sem að þeir bara... Stöð eftir stöð. Bara tala við liðin? Já. Og hvað, en svo þeir eru að spila, hvað eru margir í salnum eða höllinni eða? Sko, þessi túrar sem við verðum að taka, er oft, hvað, í kringum svona 1000 manns? 1500, já. Kannski. Já. Og svo
Já, allir gangur á því. Svo náttúrulega festival, það er bara, veist, 100.000 manns oft, skilur, á þessum festivalum og maður kannski náttúrulega bara heppin ef það er tróðið hjá þér. Já, ég skilji. Og núna, svo þeir eru búin að vera stanslaust bara í árið, ekki, tæft. Já. Og komnir heim í jólafrí. Yes. Já. Kærkomið kannski? Já, heldur betur. En í þessum útastúr, þið voru að runda bara í útastöðul. Lendu einhvern tímann í svipuðu atriði núna, eitt svona sköllóttur gæi og eitt svona fárala massaður sig. Nákvæmlega þannig sett upp, bara eins. Ekki fárala massaður. Bara eitt sköllóttur. Nei, sá sem var massaður var sköllóttur, sko. Já, svoleiðis það. Þú fara að rýrna svo mikið. Ég er búin að vera í niðurskurði. Já, það er hlut að vera, sko. Er þið búin að hitta Howard Stern? Nei, við vorum reyndar við liðin í viðtalendaginn, hann er upp á Sirius í New York. Já. Það hefur verið gaman, nei, við fengum ekki Það er mikið hlöðingi. Kikið hann til að fara? Spilum, já, á sömu útastöðu, en hann er með svona sér álmu, sko. Já, hann er bara líka að sjónvarpa þessu og... Hann er hot shit, ég þessu bara að það. Hver keirir er þið ekki á svona, hvernig er þið ekki á svona fjölskyldu bíl, svona stórum? Jú, við erum á góðum svona sprinter, sko, með kojur og allt aftur. Jöfis, veistla. Ég elska Life on the Road, ég fær bara vatn í munninni, Ekki þú fara að tala um Life on the Road, Þið tókum rúndu Bandaríkin. Já, sko, ég er búin að túra meira en þið félagar. Egil, menn að hætta, veistu að þeir eru fáum alvöru hljómsveitir svo núna, Kaleo eru hérna hjá okkur. Þeir eru að ferðast Bandaríkin, öll Bandaríkin, 40 fylki núna. Þú keyrðir á Blönduós og varst að skemmta með Mercedes Club. Þetta er ekki sambærilegt. Þegar ég er á Blönduós á föstudegi og síðan þeir rúla krókinn daginn eftir. Já, það er 40 mínútur. Síðan kannski ég verið á Grundarfjörð. Hvað, voru að spila sunnudum líka? Ég gekk ofta á sunnudum. Hver er munurinn á þessu og hver er í Bandaríkjum? Þetta er bara ekki að saman, verð ekki að beða. Þannig að strákarnir geta lært mikið af mér. Þegar ég, sko, ég var náttúrulega með amerísku drauminn, sko. Já, amerísku drauminn, það er allt annað dæmi. Þá voru þetta ekki að gigga, þá voru bara að vinna hana. En bara situr þarna, Life on the Road, ég fæ vatn í munni, ég hlust ekki á þetta að kjafta það, sko. Hvað hérna, þið farið svo út aftur 3. janúar, ekki? Jú. Þið voru mættir í stúdíó 4. Og eru að koma ný plata? Já. Ok. Ég líka veistla. Fáum í janúar til að klára hana. Hvenær er næsti túr síðan? Febrúar. Viljið þið hitta með eitthvað áður að þið fá okkur tips fyrir þann túr eða? Já. Hvernig þið kvílist milli gigga eða? Það er ekkert vesen, sko. Hvernig þegar þið eru að spila? Setið þið hljóðfærin ykkar í samband? Já. Já, ok, það er eitthvað sem Egil getur ekki hjálpað ykkur með það. Já, þú meinar. Það er versta sem Egil hefur lent í þegar hann var að gigga. Það var einhver gaur á Blönduósi setti hljómborðans í samband og það heyrðist í því. Þið þurfum ekki að stressa ykkur á því í ykkar tónleikaferðalag. Ég fyrir eftir nefnilega Egil það við, sko, hann er ekki að spila sjálf, það er gaur á bakvið, sko, sem er með hljómborð. Reynda var bara geisladisk og það var ít og play og hljómborð ekki samband. Þú lúkar alltaf, það er byrjunin. Ég leit mjög vel út, ég var hlýraból og síðan var gasmaður hann með mér og Sirius og leður hans og... Já, þetta var frábært band og frábært tíma hjá ykkur. Varst ekki olíuborinn? Jú, ég var yfirlt olíuborinn. Og þú veist þannig að þið þurfum ekki að pæla í þessu. Þið þurfum ekki að keira, fá okkur burger í bílunum, eitt kaldan. Ég veit að vera að bera á gasmannin, kortir á hann fram á svið. Þetta er að bera á hann tann. Og gasmannin höfði að fá sér prótín á 3 tíma fresti. Er ykkur í ykkar bíl sem röflar prótín á 3 tíma fresti? Jökull. Það er til fyrirmyndar, viðurkenna, líka í toppformi. En hvernig þeir eru að ferða svona í bandari? Er sukkar í sem fylgir þessu? Tónlistarlifi? Það er mjög erfitt að sukka þegar maður ferða svona mikið. Þið tekst það nú samt. Er þið komnir í heroinni núna eða það? Jæja. Nei, bara svona... Það eru fordómar eill. Nei, þeir segja út af því að oft svona successful bands, veist, oft byrjar þetta bara, menn eru bara með kaldan og síðan alltaf komið. Macaulay Culkin eins og nákvæmlega steindi á barnastjarnar bara og... Ja, við skulum vona en enda ekki eins og Macaulay Culkin, en gaman að þeir séu komnir þetta til landsins, drengir, og gaman að sjá okkur. Hvernig eru jólin hjá okkur? Þau verða bara notaleg. Já, kósið með familíunni bara. Já. Það er bara rólegheit. Við komum ekki allir, sko, þannig að það er Danir í Mexíkó bara, við komum kæristu þar og... Þannig að við erum ekkert að spila, sko. Ok, vel gert. Og hvernig er næsta stóri tónleikar hérna á Íslandi? Ef við ekki segja bara útgáfatónleikar þegar platan er komin út í sumar bara, held ég. Jú, ég held ekki bara staðfest það. Þá mæti aftur hinga og fyrir það, félagarnir. Komum í spjall, virkilega gaman að sjá okkur, drengir, hér eftir... Egil tekur hljómborðið fyrir ykkur. Það er ekkert vissin. Hér eftir smástund er einkamálið hjá Steinda Junior, ekki missa því. Pretty girls like Samuel. Oh,
wasn't sure. Hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, Egill stökk aðeins fram, farin að pissa eða eitthvað, við veit ekki hvað hann að fara að gera en það er allt í lagi því að við þurfum ekki ánum að halda núna. Hann fór fram að lifta því að við ætlum í engamáli og það er svolítið okkar Steindi. Já, þetta er svolítið, þetta gleður okkur rosalega mikið og ég vona að þetta gleði hlustendur líka, en þá ringjum við alltaf í einhverja manneski út í bæ, blá ókunna. Já, veljum bara nafn á já.is. Já, þykjumst að vera að spjalla við henni í gær á engamál.is og dælum út óþægilegu nöfnum. Já, og við ætlum að vinna með nafni Sigríður í dag. Sigríður, já. Og fyrir ykkur sem er að hlusta í fyrsta sinn, þá ringi núna Steindi í konu sem heitir Sigríður og hann hefur aldrei heyrt í henni og hann lætur eins og hann hefur að tala við hann engamál í gær og svona er að kynna sig. Ert þú tilbúin? Ég er klár. Þá bara hjólu við þetta. Húsag. Já, halló. Jú, góðan daginn. Góðan daginn. Afsaki hvað ég er að ringja seint. Ég ætlaði nú að ringja hádeginu en ég bara er búin að vera að mana mig upp í þetta í allan dag og ég hef bara aldrei hringt áður sko og látið svona verða af þessu. Þannig að þetta er svolítið svona nýtt fyrir mér. Þannig að þannig ég ætlaði nú bara svona ég bara að ringja og láta og let verða bara af því. Og ætlaði að bara svona heyri ég hljóðið. Já, hver er þetta? Erum við að nota alvöru nafnin eða þetta er feiti fermingabróðurinn Gunnar, er ekki að tala við Siggu? Nei. Nú, er þetta Ég er ekki kölluð Sigga. Er þetta ekki Sigríður? Jú, en ég er ekki kölluð Sigga. Nei, ok, er þetta ekki Homblest Milsna 43 ára eða? Nei. Nú, býttu ertu Kæfisöp, 75 ára? Vorum við ekki að tala saman í gærin á engamál.is? Nei. Nú. Vorum við ekki að spjalla saman í gærin á engamál.is? Nei. Ég var undir rasistinn 79 eða Winston í hörðum 37 ára? Nei. Christmas Boner 28 eða... Þetta... Þetta að tala um? Býttu, Nei, ég held að þetta ringi vitlaust númer. Býttu, vorum við ekki að spjalla saman í gæra á engamál.is og þú ert undir nafninu Fartfis 81 eða Sigga Sukk 60 ára? Nei. Blautapissulið 30 ára, er það þú? Eða Vindverkur 84? Nei. Kæfisöp 75 ára eða Ælupóki 83? Ertu ekki að þinn? En út og djama kókain tjúktarinn 87 ára gerð, er það? Nei. En býttu, þekki þú... Þetta er nú ákveðin skellur. Það hlýtur einhver að vera að grínast í mér og hafa látið mig fá vitlaust númer eða eitthvað. Já, getur. Ég afsaka þetta. Ekki nema en þekkir eitthvað til þarna, þú veistu eitthvað Gláka 35 ára eða Svínast í 81? Nei. En Líkþótt 81? Nei. Indvesk Kúkablaði 34 ára, veistu hvað það er? Nei. Þetta er nickname yfir einhvern. Já, þetta er bara svona inn á engamál.is. Herðu. Já, ég skil. Já, þetta er ákveðin. Ég er ekki eins og við þá síðu hana. Nei, þetta er svona síðan netinu bara, ég held að við værum alveg pottið að tala saman, sko. Já, nei. Ég er stundum að inni, ég er undir alls konar nöfni, ég er að tala mikið af fólki og svona, ég held þetta væri pottið þú, hérna, sko. Já, nei. Herðu. En Seriós Hráka, 75 ára, það ert ekki þú? Nei, ég er ekki með neitt nickname inn á síðu. Nei, herðu, ok, ekki, þú ert ekki þarna. Vonandi finnur það þú varst að leita. Já, ekki spurning, en æðasprungin frunsa, þetta er ekki þú? Nei. Herðu, takk fyrir það. Þið afsækið, já. Já, ekki mál. Já, bless. Við hvað ert þú að tala þetta? Sko, þetta er því þólum að hjá henni. Hún var bara, já, ok, fólk undir svona nikk. Þetta var ógeðslustu nikk sem ég. Og málið, sko, ég veit að ég var ekki með svona mikið, ég var bara með helmingina sem skrifa. Hún hékk svo á línuna, ég fyrir að búa til svo mikið á staðnum, sko. Ég var alltaf að býta og myndi skella á mig. Já, mér er líka svo fallið bara eitthvað Þú veit, hékk hún á línunni? Já, hún var líka einhvern veginn ekkert að stressa sig á þessu nöfnu. Hún bara, já, ok, svona nikkin sem er að inni. Eins og þú myndi vilja tala við eitthvað, Ælupóka 62 og eitthvað. Já, blautapeysulykt eða Siggu Sukk 60. En þetta var engamáli, ég er undir alltaf gaman að þessu. Og vonandi þið líka, kæru hlustendur. FM 957 og Austur bjóði Bacardi Mango Party í kvöld.
Þú ert ekki MC Gauti og Bent ætla að rappa þakið af húsinu og svo tekur FM plötusnúðurinn Pétur Valmundar við. Vilt þú vinna 100.000 króna flöskuborð á Austur þetta kvöld? Komdu þá með flott og grípandi nafn fyrir nýja Bacardi Mango drykkin á Austur. Það eina sem þú þarft að gera er að fara inn á Facebook síðu FM 957 og taka þátt. Fylgstu vel með alla vikuna og þú geti næstir í miða. FM 957 og Austur í Bacardi Mango stuði. Gefðu tattoo í jólagjöf. Reykjavík Inc. Frakkastíg 7. Sími 551 77 07. Bestu trúbadóra landsins á gullöldinni alla föstudaga frá klukkan 23. Kíktu við. Hún velur Selected fyrir þessi jól. Fullbúð af fallegum vörum fyrir dömur. Opið til 10 í kvöld. Selected Smáralind. Nefndu þrennt sem gerir ekki við tengdamömmu þína. Nefndu þrennt skemmtilega borðspilið. Herra Örlygur og Coca-Cola kynna risatónleikar 19. desember í Gamla Bíó. Úlfur Sturla Atlas Gísli Pálmi og Gus Gus. Húsið opnar klukkan 9 og tónleikarnir standa til 2. Ekki missa af partí ársins 19. des. Miðasala á tix.is. Hvaða jólalegra er nýtt naglalakk frá jólalínunni Starlight frá Opie? Hæ, þetta er Sara í Unique. Jólin eru komin í Unique. Stútfull búð að glænýjum vörum. Komið og dressið ykkur upp fyrir jólin hjá okkur. Unique, Kringlunni og Unique.is. Góðir Íslendingar, Purpose heimstúrin hefst í Kópavogi föstudaginn 9. september í Kórnum ásamt sérstökum gestum. Miðasala hefst á morgun klukkan 10 á tix.is. Justin Bieber heimstúrin kemur til Íslands í boði Wow Air og Pepsi Max í samstarfi við Senu Live. Gefðu Levi's í jólagjöf. Settu Phantom 3 í jólapakkan og þú fær DJI tösku í kaupati. Dronefly.is. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Vertu velkomin á Subway yfir hátíðarnar. Með gjafakorti Smáralindar gefur þú vinum og vandamönnum fjölbreytta möguleika á gjöfum að eigin vali. Gefðu draumagjöfina. Gefðu gjafakort. Smáralind. Gleðilega hátíð. Christmas Style fyrir ameríska jólasveina með ameríska matarlist. American Style. American Style. Jólagjafirnar fást í Intersport. Íþrótta- og útivistarfatnaður, skór og fylgihlutir í miklu úrvali. Skoðaðu jólabæklingin á Facebook síðu Intersport. Intersport, allt fyrir sportið. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. I'll be your shoulder anytime you need. Baby, I believe. So if you're hurting, babe. Þetta er Rudimental og, já, hvað stendur þarna? Ed Sheeran líka, já, með Lay It All On Me. Virkilega flott lag, en þeir eru að hlusta hér á jólaþátt FM 95 Blö og það er nú ekki jólaþáttur FM 95 Blö, þannig að vera með Peter Johound á línunni. Pétur, ertu þarna? Pétur? Johound! Johound! Heyrðu í okkur? Ertu þarna? Ég heyri ekki í honum. Johound! Ég held að Blö sé að Blö er að hægja sér og græða. Ertu þarna? Pétur! Þú ert bara ít á einhver að taka. Nei, ég er að horfa á þig núna hendurna. Þetta er eins og myndi setja simpans á hann borðið. Hann myndi bara berja einhver. Þarna varst að hækka í einhverju. Já, sko, hann er hérna. En núna heyrist ekkert í okkur. Já, ég heyri í okkur. Heyri í okkur? Já, ég heyrum ekki til Pétur. Það væri gott að hafa kleinur hengið þennan núna, við ekki hérna það.
Við erum alltaf eins og Nei, þetta ekki lagi, ég þarf að laga þetta bara fyrir næst innkomi, þetta óþolandi. En fyrir þá sem voru að stilla inn, þá þetta FM 1 útvarpsstöð í Hagaskóla og við ætlum að vera með ykkur til 6 og við ætlum að gera bara eitthvað í útvarpinu. En sko, ég skil þetta ekki, því að það allt rétt. Sémálega, sem kemur Rikki inn, lemur á eitt takka og horfður á þessu að setja en imbecile. Þetta eitt takki sem Ertu þarna, Pétur? Nei, það heyrist nefnilega ekki í honum og ef ég ít á takkan, þá heyrist bara í honum en ekki okkur. En hvað Pétur og hvað hann að gera? Hann ætlaði að fara að finna vestskreitt á húsi hérna á Íslandi. Ok, en eigum við ekki bara að taka í næstu innkomið og bara búið að stilla þetta rétt? Jú, ekki spurning, en áður fyrst að við missum að pjessa og fáum hann bara í næstu innkomið þá ætlum ég að fara hér í dagskrárlið sem heitir Kortmyndur frekar. Það er komið að því. Já, og hann ekki flókin sá dagskrárliður, ég hérna með 3 spurningar á drengina og spila á Kortmyndur frekar gera hitt eða þetta. Ok. Og eru þið ready? Já, við erum klárir. Ok, þá byrja ég á þér, Steindi. Ég ætla að hreinsa hugan. Já, ég tek ykkur í sigur lægi þetta núna. Ok, ég er alveg klár. Ok, Kortmyndur frekar eða jólunum með Agli eða mér? Já, þú meinar. Vá, þetta er smá pressa hana. Þetta er óþægileg spurning. Þetta er svolítið jólathema hjá mér. Já, þetta er rosalega óþægileg spurning, sko. Ég veit ekki hvor ykkar sko, þið getur nú báðið verið svolítið erfiður jólið. Þeir eru hvoru jólaböld? Ég er rosalegt jólaböld, hvað er eitthvað rugglaður? Jólablöð? Þú ert fárveikt jólaböld. Já, þú meina, þú kallaði mér þess að jólablöð í desember. Hann þetta jólablöð kemur 21. des. Ok, og ég meina, það getur nú reynda kannski verið vont og gott. Hvernig lætur bara... Hann er fárveikt jólaböld, sko. Meina, ertu með einhverja furðulegar hefðir og hvernig eru jólin hjá þér? Meina, ertu með eitthvað vesennið? Nei, bara feskur sko. Ég held að Egill verður mjög þægilegur. Ég er svona mitt á milli að vera The Grinch og að vera jólablöð. Ég er annars svona mitt á milli. Þú kemur heim til mín, ég er ekki jólapeysu með hreindýrahorn og með jólalag í gangi sko. Nei. En ég er kannski réttir einn ís kaldan og sé viltu fá það sæti, maður bjóðar eitthvað konfekt. Það er ekkert vesinn. Nei, erst þú með konfekt og kaldan? Já, hver er ekki með konfekt jólin? En kaldan? En bjór? Já, nú til að ég með jólatúborganda, er það vilt? Sko, ég reyndar í jólapeysu sjálfur. Ég verði í jólapeysu jólin. Já, þið búin að ákveða að slaufa því ekki? Nei, ég búin að kaupa peysuna. Já, þið ætla að vera bara í jólapeysun. Já. Það er ekki spurningi, hvort er alltaf að eyða jólun með mér eða Agli? Sko, eins mikið ég var nú til að eyða jólunum með ykkur báðum. Það er bara þetta við getum búið. Nei, þá held ég verða að velja jólablöð, ef víst hann er svona til í andan, sko. Þetta er mjög særandi. Takk fyrir það. Mjög særandi. Já, sko, en þú gætir komið sterkur tilbaka. Þú gætir komið sterkur. Þú game over hjá mér núna. Nei, þú gætir hísjað upp þig, sett nokkuð jólalög á, bakað lakrístoppa og... Blöð er ekki að því. Já. Blöð er ekki að baka lakrístoppa. Mamma bakar og sýsti mín, þú ert bara með okkur öllum. Hann fær kökur frá fjölskyldunni, hann er alltaf með kökur til, sko, klárar. Ok, en Egill, ég eða Steindi jólin, úr það að vera með öðrum okkar. Þú, takk. Þetta er jólunum þetta. Glæsilegt. Þá spyr ég ykkur næstu. Aldrei aftur haldi upp á jólin eða aldrei aftur fagna áramótum og ammali ykkar? Sko, áramót og ammali? Já. Það er farið út og jólin er inni. Þetta er mjög léttur um mig. Nú? Ég held aldrei upp á ammali mitt. Nei, ég skilði það ekki, þú varst 30 fyrra og helst ekki upp á það. Hvað kjaftaði það? Þú heldur upp á áramótin? Nei, ég held ekki upp á áramótin heldur. Jó, nú vel sullandi áramótin ekki? Nei, nú er maður komið með lítið kríli og nú fagnar ég nú tek ég nýjársfögnuði. Já, ég flokka það sem það sama, sko. Nú flokkar það líka? Já. Að vera að taka nýjárs? Það er svona áramót, já. Já. Það var komin í vesen? Nei, sko, mér finnst það líka vera ofmetið. Þú veist, þetta er, ég tek alltaf jólin. En þú, Egill? Jólin, ertu þá að tala sko, Þorlák, jóladag, annan í jólum, allan helvitis pakkan? Nei, ég er að tala aðfangadag og jóladag. Bara jólin. Hann er gaman að vera með 4-5 í blóðun á brennu, en sá tími er alveg liðin, sko. Við erum með 4-5 í blóðun á brennu. Henda einu kynverjabelti á brennuna. Hvað ert þú að gera áramóti? Ég er ekki að fara á brennu síðan ég var 10 ára held ég. Nei, þetta er skellur, en ég verða að velja jólin. Já, þú Egill. Hvað er ég að gera þá aðfokat á jóladag? Það veit ég ekki, já þú meinar bara þú ert ekki að halda upp á það, þá ertu bara heima þenni svo allar aðra daga. Bara læstur inn í herbyggja eitthvað? Nei, bara venjulegu dagur. Venjulegu dagur? Já, þú ert bara heima þar og horfa á DFT eða eitthvað.
Hangið tölvunni Horfa á DFD Já, ég veit ekki, hvað gerir á kvöldin? DFD Ég hef ekki horft á DFD í svo 7 ár Þú streamar þetta aflöð sko Ég er svo, veist það, ég hræðist svo breytið eitthvað Ég var að horfa á DFD bara síðast í gær Hefur heyrt um Netflix og torrentsíður Og Hulu Er þetta með Vaffas heima það? Nei, ég er með DFD En hvað vilur þú? Ég held ég haldi jólunum Ég var að hugsa þetta Já, ég veist gamla skvöld líka skemmtilegt en ég þarf að fórna ykkur hann Já, þið takkir báðir jólin Já, jólabönni ykkur, ég ránaði með það En þetta er jólaþáttur FM 9 Og þá er það síðasta spurningin Ef þið yrðu að leika jólasvein jólin Eða leika trúð í barnaamali Hvort myndið þið velja? Ég hef leikið jólasvein jólin Já, varstu þetta góður? Ég fór og gekk hverfið og bankað upp á Þú góður jólasveinn? Ég fekk borgað í, sem sagt, ég fekk svo bara svona, ég kom og heilsaði bara krakkana og allt þetta og svo fekk ég póka frá fólki og það var yfirleitt bjór eða flaska eða eitthvað svona svona til að segja takk bara Já, svona laun Fyrstu áfengi í staðinn? Já Hvað, varstu bad Santa? Nei, ég var ekki bad Santa, ég var ekki byrjaður að drekka áfengi Hvernig vissi fólk var í fyllibita? Ef að venjulegu maður fari í jólasveinabúning og fengi hann ekki bjór og áfengi Flöskulega, ég verði að vera sammálaglið þannig Hvað fólk að borga þér í áfengi? Ég held að fólk hafði bara ekkert vitað að það væri ég sko Þetta var bara, ég bankaði bara upp á hjá fólki Ég bankaði bara upp á hjá einhverjum Já Og fólk réttið bara áfengi fyrir Já, það var svolítið svona, og hvað vil Svenki, hvað hann ekki þyrstur? Jú, hérna, taktu nú með þig, var eitthvað svona Já, ok Ég var ekki að byrja Herru, hvað, strákar Herru, fólk er bóttið Það var að hugsa bara, herru, þetta er fyllibitana steindi hérna ykkur jólagala Geðu nú bara bjór Láttu hann að flöska Jack Daniels eða bara kartón af sal Sumi gáðu mér, hérna, djöfull ekki hægt að tala um neitt Þú varst að segja þetta sjálfur Sumi gáðu mér mandarinur Já, ok, af hverju sagður það þá ekki? Þú sagði að þú fengið launa bara í flöskum Ég kom bara inn, þú veist, hó, hvað er að gerast núna og þú veist, mamma hræri í bóðinum og er þið búin í stöldu og eitthvað svona var að leika að djóka þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvað að gera Og svo þú varst að fara Mörg ár síðan ég gerði þetta og svo er ég að fara þá kom oft einhver sumir laumuð að mig, ég var ekkert eitthvað hó, hei gamli, hendi með þið smirnaflösku helvítis aumingi ég var ekkert að bulli að menn til að gefa mig vín Nei, ég fekk bara gefis eina kippa bjór ég má ekki segja neitt í þessu þetta Ok, en verðt alveg hreinskilum Þú fórst ekki í jólasveginabúningin til þess að betla um áfengi Alls ekki, þú veit ekki hvernig spyrðu? Þetta kom býna þann út? Nei, við vorum með það félagarnir og hann var með jólasveinagali ég sagði, hefur ekki fara og banka upp á og klæðja nokkra og þetta var bara svona friendly Já, það er gaman því Skotina get ekki talað um neitt við Jú, æðislegt, bara gaman því, jólalegt Ótrúlegt að ekki ná að tróða inn á þetta einhvern veginn að maður hefði farið sér á netið þegar maður kom heim og kíkti á einhverja síður það er bara fullkomna þessa umræða Þetta er bara svona gælaburinn, ástin mín hann er hérna hann að villisingurinn á stöð 2 ég mættur í jólasunni búin að geta bankandi Steindi hérna, geðu hann bara flösk og tjá ég hef heitt strákar að tala um það eitthvað í útvarpinu Egil, leika trúð í barnaamali eða jólasvein á jólaskemmtun ég til að vera trúður Það er það? Já, við erum með rauða nefið og Ég takki alltaf jólasveinin Mér finnst það einhvern veginn Hvað er á móti trúðum? Trúðurinn er eitthvað svona meira finnst mér sad heldur en jólasvein En þú veist á jólunum, þá viltu bara vera heima með einn jólatúborg og vilt vera bara upp í sófa chillandi En þú er aldrei tekið leikið trúð og fengið borga bara í kreatíni eða eitthvað svona? Nei, veistu ég einhverjum próteinsjekum Varst það líka því sama við að ég var að fá borga í áfengi? Hvað er aðeins? Ég held að ég er samt sammála auðvitað ég myndi ekki tengjast trúðunum mikið sko. Ég get ekki alveg séð fyrir mér að vera trúðu fyrir utan í okkur fólki með eina salem Akkur átt að vera með salem og trúður? Nei, ég segir svona, ég veit ekki hvernig þeir eru þessu trúðar en þeir eru ekki einhvern veginn svona mitt á milli þess að vera skeri og næs Þetta var kortmyndur frekar það er hellingur að vera í kvöld eins og við komum inn á áðan kæru hlustundi það er stór helgi framöndan til dæmis í kvöld í Keiluhöllinni þá er Ingo Veðugud okkar vinnur það er 2 fyrir 1 á öllu á barnum happy hour frá 9 til 11 og Ingo og Einar munu halda upp svona þjóðatíðar jóla stemmingu Var King sem vilja bóka Ingo Veðugud? Já, og það eru rútuferðinir í bæ frá klukkan 11:30
1 og með rútumjónum fylgir tilboð Lebowski, þannig endilega tekja á Keiluhöllinni í kvöld eður í stemmingu og svo er þessi hérna töffari, hann er með MC Gauta á Austur, hann verður líka einhver stemming. Sánasendingar hjörð í amerískum fötum, tambadú glösum standandi í röði bankastræti Týragasbögg Ísland, þetta vera veistla Ísland búkan braf veistlaðan áður en þú veist að við neistlan Þetta vera veistla Jólaborgari Lebowski er pörusteikar-borgari. Alvöru pörusteik með skorpu, sultuðum rauðlauk og tilheyrandi. Klárlega besti pörusteikar-borgari í heimi. Lebowski bar. Langar þig í ævintýralega jólagjöf? Skoða úrvalið á kilroy.is. Hann vill Selected jól í ár. Fullbúð af fallegum vörum fyrir herra. Selected Smáralind og Selected Kringlunni. Aðgangur að hreinu vatni er ekki sjálfgefinn. Hjálparstarf kirkjunnar hjálpar fólki að byggja brunna í Afríku því hreint vatn breytir öllu og þinn stuðningur gerir kraftaverk. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. Nú eru bökudagar á Safran. Allar sóttar bökur á aðeins 1190 krónur. Safran. 5 frábærar í jólapakkan. Algjör sveppi og gói bjarga málum. Inside Out. Gleði var ég og þarna er hún. Ant-Man. I need you to be the Ant-Man. Mission Impossible Rogue Nation. Vacation. Holy! Oh my god! Komnar í verslanir. Sumir hafa haminginn í hendi sér. Svo eru aðrir sem eiga eftir að fá sér iPhone 6. Epli, ekki vera ferkönduð. Epli, Laugavegi og Smáralind. Þú átt skilið að slaka á í miðju jólastressinu með sjónvarpi Símans. Mundu líka eftir appinu. Með því getur þú hort á sjónvarp Símans hvar og hvenær sem er. Þú getur meira með Símanum. Reymur og Ingo á Gullöldinni í Grafarvogi laugardagskvöld. Kíktu við. Jólaföt og jólagjafir fyrir alla fjölskylduna. Next Kringlunni. Rauðjól eða hvítjól. Við hjá Lokal segjum grænjól. Kíktu við og pröfaðu jólasalatið okkar. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Síðasti séns 2015. Reykjavíkudætur, Retro Steffson og Sturla Atlas á síðasta séns í Iðnó daginn fyrir gamlárs. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Síðasti séns. Ég fílaði hennan Víking. Í Netto færðu hamborgarhrygg, hangikjöt, kalkún, andabringur og allt í jólamatinn. Netto. Kjötbotnar, blómkálsbotnar, alls konar botnar fyrir alls konar pizzur. Opnum klukkan 6 í dag. Ugly, Cowboy, Smiðjuvegi 2, 552-6060. Það eru alltaf 100 milljónir í boði fyrir 13 rétta á enska seðlinum í hverri viku. 1x2 í tippum. Besta sætið fyrir enska boltan er á enska barnum við Austurvöll. Rainbow Six Seeds. Komin í verslanir Elko á PlayStation 4. Forsetinn er heiðursborgari vikunar á Fabrikunni og fæst með 500 króna afslætti þessa vikuna. Fabrikan. 5 í fötu. Það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það er hárrétt hjá, það er Keiluhöllin Egilshöll sem að færir ykkur FM 95 blöð og eins og komið ná hann og þá eru Ingo Veðuguð að spila og Einar að spila þar í kvöld. Endilega tekkið á því. 2 fyrir 1 á barnum og ég veit ekki hvað og hvað. En já, við erum hér með jólaþátt FM 95 blöð og eins og komið ná hann þá var engin jólaþáttur á hans að heyra í Peter Johan. Pétur, eftir þetta núna? Sáðu maðurinn. Þarna er þetta komið. Það er búið að laga. Sælifélagar. Ég byrst afsökun á þessu áðan. Já, ekki vandamáli maður. Hvað segir þið? Ertu góðir enn sjálfur? Jú. Það er bara alveg fyllandi fýtt. Fyllandi fýtt. Er Peter Johan, er hann komin í jólaskap? Komin í jólaskap og rúmlega það er búin að vera í jólaskap allan desember. Allan desember. Og hvað er það að gera núna? Já, nú er ég komin hérna út í bæ. Já. Á mínum gamla Mercedes. No, Mercedes for the ladies. Wow. Já, það er rétt hjá Rauði blöð, þú átt kollgátuna. Mercedes for the ladies. Er það á hvíta Mercedes, gamla? Þú getur, já, hvað er það marga? Það er nú jólalegu bíl. Hann er
Mjög jólalegur. Þú ert Peter Johan, það kemur ekkert óvart að þetta er nokkra bensa, sko. Nei, reyndar ekki, það er rétt. Jú, maður fyrir nú kannski að bæta úr því á 9 ári. Hvað hérna, en þú ert ekki að finna best skreita húsið í bænum með það? Nei, mér dætti að fara í hináttina og ég er búin að finna, ég er eitthvað upp í Breiðholti, ég veit ekki hvað gatan heitir. Nei. Og þetta er svona raðhúsalengja og ég er búin að finna eitt hús, það er allir búin að skreita þessu, nema einn, hann er bara með svona eitthvað krumpað jólahjarta bara út í glugga þessu. Ok, og ætlar að banka upp á? Já, ég ætla að banka hjá honum og skonum bæði til hamingju með það að vera með svona minnst skreitta húsi í götunni og... Já, segðu bara með vest skreitta húsi á landinu. Hvað þýrðu? Segðu bara hann að vera að vinna vest skreitta húsi á landinu á FM 957. Er það ekki særandi fyrir mannin sem heimann? Þetta er verst skreitta húsið? Jú. Já, ok. Og plús það, ef ég segi til hamingju með að eiga verst skreitta, þá lítur hann, þá myndi, ef ég var í hann, þá myndi ég segja, ok, og hvað fæ ég velun? Já, meinar, ertu ekki mennin velun? Nei, hvað átti ég? Hann fara að hitta Peter Johan. Já, hann fara að hitta þig. Það eru velunin. Já, ertu ekki með strákiðin með þér, eða? Nei. Getur ekki gefa hann mann? Ég skilaði honum einhvers staðar að hann. Ok, prófa að banka upp á. Já, hvað æsingur eru þetta, maður? Ég er komin hérna. Já. Nei, það er hundur. Já, það er eins flotta. Já, góðan og blessaða daginn. Mér langar að óska til hamingju með daginn. Já, dagurinn í dag er dagurinn sem að það sem að þú ert með en aðsmiðruði í jólaskreitingu. Já. Ég skal til hamingju með það að vera með síst skreittan jólahúsið í þessari götu. Takk fyrir, er það ánægður það? Já. Ætlar að vera bara með þetta krumpaða hjarta og ekkert meira? Ætlar ekki að skreita meira? 80 ljós hvar? Já, þetta er ekki verkun á þessu hjá þér. Þetta er ekki vel gert. Jú, þetta er reyndar ágert. 11,5 cm á milli. 11,5 á milli. Mældur þetta? Já. En býttu þetta hjarta þetta, sjáðu. Serðu það? Erla, já, ætlar að draga gömlu með það? Erla mín, varst þú með þetta hjarta, þetta jólahjarta þetta? Hæ? Nei, þetta er alveg þið verðið að, það er allir með hérna, terur hérna í runnunum og svona. Ætlar að taka mynd af mér? Heldur það sé bara selfie time bara? Það er allir með perur hérna. Sko, hann er bara að fá fín velun. En byttu gæinn hérna við hliðina á okkur. Hver er það? Ég þarf að fara og hitta hann líka. Hvað heitir hann Maggi? Maggi er náttúrulega með alveg. Auði. Já. Það er selfie time. Já. Fyrst aðeins. Ok. Já, ég er í útvarpi. Hvað heitir þú? Ég heitir Gulli. Gulli, ok, ég ætla að fara til Magga líka. Nei, það er ekki bíll hérna. Óskar Gull aftur til hamingju með hjarta, krumpaði hjarta. Innilega til hamingju með sístu jólaskreitinguna þetta ári. En samt, ég skal gefa þér eitt trygg hérna fyrir 11,2 cm á milli jóla. Þú veist, þú er að mæla þetta betur næst. Ég gerir það. Menn er að standa sér hérna við hliðina, sko. En Pétur, hvernig er húsið hans Magga? Húsið hans Magga er líka sorglegt. Ég verð eiginlega að tekka á Magga. Hvað, bara gul grílukerti og... Nei, bara, þú veist, hann er með einhvern jólakrans á hurðinu og bara máli afgreitt. Það er bara eitt krans. Ég er að banka hjá honum. Sparkaði hurðinu hjá honum? Já. Gerðu fastar og hraðar. Hvað segir þú? Bankaði fastar og hraðar. Já, það er að koma að þetta. Byrjaði að segja. Á daginn. Maggi. Nei, sæl og blessuð. Kist hana. Pétur, kist hana. Já, ég skal kissa þig. Sæl og blessuð, gaman að sjá þig. Heyrðu, ekki segja mér að þú ætlir að bara láta hennar krans duga og bara, ertu búin að skreita fyrir þessi jólina? Nei, þetta er náttúrulega, sko, þú veist, ef þú skoða lenguna, það er allir búin að skreita, þetta er bröllu valdi. Ég veit að þetta gengur. Það er 18. desember, hvernig ætlar það að skreita? Það er 18. desember, hvernig ætlar það að skreita? Það er eitt krans. Þetta er bara... Þegar ég að tekið niður í morgun... Ég ætla að gera það grein fyrir einu, Dúla mín. Að það er verið að velja þig hérna. Verst skreitna húsi í göttunni. Hvað segir við því? Spurðu hana hvernig er jólatrið hjá henni? Bara kúskar sem er búið að króta á það? Já, hvernig er jólatrið hjá henni? Bara kúskar sem er búið að króta á það? Ertu ekki búið að kaupa jólatrið? Þetta leiðir að fara í jólaköttin, það er bara þannig. Þú ert að fara í köttin, Dúla mín? Já, það er líka, ég veit það. Já, þetta er bara eina. Taktu köttin, Pétur. Taktu Ég er með auðvitaðblöðin í eirónum. Ég er með auðvitaðblöðin í eirónum. Þú ert í beinni í útvarpinu. Jó, það er enginn að grínast hér, sko. Með allt niður um ykkur í beinni? Með allt niður um ykkur bara í beinni.
Þetta rosalegt, heyrðu. Ég hef verið búinn að klára jólapakkann og ég boðir inn að sjálfa. Já, hvað, býttu, ertu að bjóða mér inn? Nei, þú Já. Heyrðu, yndislegt, ég laf mikið með þetta. Við byrjum að heilsa. Já, við byrjum að heilsa. Þú helst hún líka, jú, í hvað útvarpið? Nei, í hvaða útvarpið? FM 957. Já, takk. FM 957. Alla Takk fyrir að hlusta. Hlustar bara á bylgjunni. Ég er svo gömul. Já, bara Kristófur, Helga og rest. Já, bara eitthvað. Já, ég myndi endur skoða það líka. Herðu, þið hafið að kósi þetta, Bjössi. Herðu, veitu? Já. Takk. Ég beði heilsa þér. Ætlar að kveðja mig? Já, hvað, er þetta ekki komið? Mér datt í hug að fara í best skreitta húsi og segja getið stemmari. Já, ok, þekkaði stemmingunni. Já. Og hvað, er eitthvað húsarda sem er vel skreittið það? Settlitu. Það segir það. Er ekki jólasemmari, mann? Settlitu. Já, það er einn hérna alveg búin að skreita vel, sko. Ok, þú kannu jólasemmari. Ég tek hana bara settlitu, til að mikið með það. Já, öskraði hann. Sláðu hann laust í pungin og spurði hvort það sé ekki bullandi jólasemmari. Já. Settlitu, er ekki bullandi jólasemmari? Nei, jólasemmari. Jólasemmari. Já, og svo danglaði í kláðið honum. Nei, ég get ekki danglað. Ég var óskum til hamingju, þetta er best skreita húsið í göttunni. Já, ekki. Settlitu, er ekki bullandi jólasemmari? Þetta er svakalegt, hvernig náður þessu svona flottum? Ég gerði þetta ekki. Gerður þetta ekki? Hver gerði þetta? Maður minn. Hvar er hann? Hann er í sveitinni. Pétur, ekki segja frá okkur. Leggstu niður og byrja að rúlla þér og gelta. Afið þinn? Afið? Já, er þetta ekki? Já, þið er alveg átt að koma inn. Nei, ég leggst bara einna niður, mann. Það er að klóra mér á maganum. Ertu komin inn til þeirra? Já, ég er lagstur á gólfinni hérna. Ég er farin út bara, það eru unga börn hérna og svona. Þetta er útvarpið, það er FM Blöð. Þú þarft að forða þig, maður. Ég er farin, ég er með gæti. Börstu með þig. Bæ, krakkar. Hvað var allt múrandi í börnum hana? Það var allt múrandi í börnum, þau voru skítrætt með. Anskotin. Gulli, já, á Gulli Helga heima hérna. Gulli Byggir. Er í götunni hans. Svo köttur hérna, svartur köttur. Pétur, við ætlum að kveðja þig. Farðu og hendu snjóboltum í rúðuna hjá Gulla Byggi. Já, ég gerir það bara, ég þegar ég er búin að leggja á ykkur. Já. Við byrjum að heilsa og gaman að heyra í Jólapétri. Herru, var þetta ekki geðveikt? Þetta var bara virkilega góð stemning. Vest skreita og best skreita. Það er hrikalega gott að hafa manna á vettvangi. Já, sömuleiðis. Heyrum við þér. Bye. Okay. Þetta var Pétur Jóhann að velja vest skreita húsið og já, talaði líka við þá sem eru best skreitir. En forsala hófst á þennan töffara í dag. Hann á leiðin til Íslands. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, you tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable.
Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Þetta Justin Bieber hér með Love Yourself. Drengir, ætlið þið að fara á Justin Bieber þannig að kemur til landsins? Ég er Belieber. Þannig að ég reikna fastlega með því að reyna að fara það. Ég held að þessi 10.000 miðar eftir. Forsala hófst í dag og svo fer þetta allt. Já, verður maður ekki að kíkja á Justin? Getur maður bara núna að fara á netto og kemta með það? Nei, þetta verður bara uppselt á 0-1. Það er eitthvað smá mission þessi miðasala sko. Þetta virðist vera flókið. Já. En ég er að fara. Já, þú ætlar á... Í verstafalli svindlaði mér inn. Já, bara í kórinn. Já, í hleypin. Hér eftir, örstutta stund ætlum við að fara bæði í nýjársannað. Við ætlum að ringja og segja mönnum hvað er að fara að gerast hjá þeim á næsta ári. Það er svona Völva FM 95 Blö. Við erum líka með, skal ég ykkur segja, Kaffitárs Tristan á sínum stað, Sturla staðrindur eftir og fleira. En við skuldum víst auglýsingar og komum hér eftir smástund. FM 957 og alvöru flugeldar kynna eitt stærsta áramótaleik söguna. Og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Kauftu þér LG G4 snjallsíma og fáðu veglega strigaskó frá New Balance með í kaupæti. Gleðileg jól frá LG og New Balance. Bestu trúbadóra landsins á gullöldinni alla föstudaga frá klukkan 23. Kíktu við. Síðasti séns 2015. Reykjavíkur dætur, Retro Steffson og Sturla Atlas á síðasta séns í Iðnó daginn fyrir gamlárs. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Síðasti séns. Ég fílaði hennan Víking. Mesta úrval landsins af Knibex-töngum, hágæða tangir, tilvaldar í jólapakkan. Loftverkfæri.is. Nú fylgir 2 lítra gos frá Ölgerðinni með öllum sóttum tilboðum á Króatæ. Hringið og pantið girnilegt tilboð á Króatæ í síma 552 25 25. Króatæ, Bæjarlind 14. Jólafjörið heldur áfram í IKEA. Smakkaðu gómsætu smákökurnar okkar og fáðu ókeypis mynd með jólasveininum frá 1 til 5 alla helgina. Jólin þín byrja í IKEA. Jólagjafir á tilboðstögum í húsasmiðjunni. Smáraftæki í eldhúsið, búsáhöld og eitt mesta úrval landsins af verkfærum. 20-40% afsláttur. Húsasmiðja. Heimsum bós, helgeru jól. Subway óskar landsmönnum öllum gleðilegra jóla. Karlalandsliðið á leiðin á Evrópumótið í knattspyrnu. Flott hjá þeim, en allir geta tekið þátt í Evrópukeppninni í Heppni á föstudaginn. Potturinn stefnir í 4,5 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í Heppni, alla föstudaga. Settu Phantom 3 í jólapakkan og þú fær DJI tösku í kaupæti. Dronefly.is. Hinn magnaða bók Týnd í paradís eftir Mikael Torfason uppselt hjá útgefanda. Önnur prentun væntanleg. Í Kringlunni finnurðu fjölbreytt úrval verslana og veitingastaða, skósmið, saumastofu, fatahreinsun, bónstöð, bíó, banka, lækna og margt fleira gagnlegt. Það hvergi þægilegra að útrétta fyrir jólin. Opið til 10 í kvöld. Kringlan af öllu hjarta. Besti hvíti rússin í heimi á Lebowski bar. Jólabjórin að sjálfsögðu á Happy Hour á Den Danske Krå. Den Danske Krå. iWhite tannhvítan og vörurnar færðu hjá okkur. Lyf og heilsa. Við hlustum. American Bar. Happy Hour frá 16 til 19 alla daga.
Amerikan Bar, Austurstræti, nýji staðurinn þinn. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það held ég þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og eins og áður við komum fram jólaþáttur, við heyrðum í Pétri áðan, veit ekki hvort að Hjöppi kikki heimsókn en Björn Bragi allavega mættur hingað í heimsókn, verður velkominn. Halló, takk fyrir. Hvernig hefur það þennan, föstu daginn? Rosalega gott. Já, komin í jólaskap? Já, svolítið jólaskap og ég finna ég lifna allur við að koma hingað inn líka. Sást ekki líka gleðin í okkur þegar sáu þið koma? Jú, og svo faðmaði ykkur alla og þið ilmiði líka allir mjög vel, það má koma fram. Það svona svona jólafnikur hérna í stúdíónu. Já, sko, því að fólk náttúrulega bara að hlusta, hvorki sér né finnur lyktin af ykkur og þið ilmið mjög vel og auðvitað þú sérstaklega, ég veit að þú ert minniðan ilm. Takk. Ég hef ekki fundið þetta. Hvaða ilm ertu farin að vinna með það? Ég keypti þetta úti daginn, ég man ekki hvað hann heitir. Bíor. Thank you. Stór ákvörðun að skipta. Þetta er ekki frá útlöndum. Þetta er frá útlöndum, já. Þetta var keypt í útlöndinu. Ekki bara vassblanda drasl. En Bjössi kemur á topp tíma þegar við erum að fara í spurningakeppni til Gilsarans og við ætlum að keppa allir þrír eða ekki? Ok. Við erum þrír í þessu, já. Byrjum á því að finna trailerinn og byrjum þetta svona hefbundið, finnum trailerinn og kveikjum á honum. Við höfum eða ekki tími trailerinn núna. Nei, veit, hvað aldrei svo vant eða? Þú spilar hann alltaf. I'm gonna ask you a question. And I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. Herra, svona áður í dettur öllum jólakýr þá ætlum við að slökka á þessu Get ég fengið hennar trailer lána en ég getur betur núna í janúar. Akkur færði ekki Egil til að gera trailer sem getur betur. Ertu ekki að vera með trailer þar? Ég bara sé að ég er með allt niður um mig. I'm gonna ask a question. Það væri mjög gott ef Bjössi var að vinna með trailer það getur betur. Já, líka sem að Egil er bara I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Ég sé fyrir mér eitthvað þrjá busa í MR bara skjálfa úr hræðslu sko. Herru, hérna ég er staðin upp. Hörðu, þeir viljið vinna þetta. Hvað er þetta? Þessi spurningakeppni heitir King of the Year. Wow. Ok, þetta er ekki hver átti besta árið hérna inni. Ok. Og þetta eru 14 spurningar. There can be one winner. Vá, 14 spurningar, svo mikið. Ok. Og við byrjum þetta bara hannig að hefur verið fullur á árinu. Já. Punktur á Blöð, punktur á BB King, punktur á Steinda. Allir fullir. Ertu þá king? Er þetta mitt ár að því ég datt í það? Hefur það gamblað á árinu? Já. Punktur á Blöð. Bara Bjössi ekki reyna. Ótæpilega. Punktur á BB King ætti að fá 2 punktur. Já, ég Hann er mest í gamblinu sinna sko. Það veit að það ekki allir. Nei, Bjössi hann er bara búinn að vinna þessa keppni en ég ég var bara síðast að tapa núna bara á bardaðum að skunna. Já, skeytar. Já, ég skeytar. Þú settir íbúðin undir það ekki? Nei, ekki. Hvað settir mikið á Gunna? Það skiptir ekki öllum máli. Við ljúum aldrei að hlustundum, hvað settir á Gunna? Nei, það skiptir ekki öllum máli. Nó til. Hann er high roller. Ertu high roller? Nei, alls ekki. Ég er mjög lítið með þess að inn á þessu síðum sko. Ég nánast ekkert. Hann ákast að veðja á Gunna. Já. Steindi Junior hafði aldrei farið í kasínó áður en hann fór í evrópska drauminn. Svo satt hann einu sinni inn á kasínó í Búlgaríu og sagði, Ötti, ég er búinn að fekkur þetta verkefni. Ég er ekki tjóka, ég sem sagt í Búlgaríu, það var held ég á þriðja kasínóið. Fjórða kasínóið og vorum hálnaði með þáttinn og seríuna. Þá var ég búinn með launin fyrir seríuna. Þá kláruðust launin inn á því kasínói. Þú lendir á bad run í Blackjack. Bad run, ég gerði náttúrulega ekki neitt. Ég var bara með þér og framleiðandur á seríunni og ég stóð fyrir aftan einhver og þið tókuð alltaf af mig peningin og eittu honum. Ég fyrir fram að mig. Ég vissi aldrei. Var það svona að maður var í spilakassi í gamla dag og það var eitthvað svona fyrir aftan sem ítti alltaf fyrir þig? Akkurat, við vorum við Blackjack borð og það var bara, hann er að gefa, hvað ertu, þú kannt ekki út að skemma fyrir öllum, tóku bara allan peningin minn og fór að setja hann út allt borð og ég var svona að fylgjast með og svo allt í nú var bara hort fram að mig, peningurinn er bara, þetta var bad run. Þetta var bad run. Við lendum á bad runni. Ok, næsta, allir komið með 2 punkta. Já, þetta er mjög spennandi. Hefur þú drukkið kampavín á árinu? Já. Jú, þetta er spennandi. Mér finnst kampavín samt ekkert svo gott, sko.
Nei, samt það Ertu að reyna að missa punktinn? Nei, alls ekki, ég fekk mér á árinu. Já, ég menn þetta bara ákveðin svona Nei, ég drekk alveg komið. Það sýnir bara nóg til að blöða, veistu þetta Ég meina það blóðbragð ef þú setur bara klingu upp í það blóðbragð í. Það var samt góður maður sem sagði við mig að hann elskaði að drekka kampaðin því að þá vissi hann að maður að fagna einhverju. Hann var bara að drekka kampaðin þrjótt að vagna. Hafði einhvern veginn drukkið kampaðin með röri eins og R. Kelly? Það endar alveg rosalegt. Það margt sem ég hef ekki gert sem R. Kelly hefur gert, sem betur fer. Hefur þú tekið backpressuð með gilsa á árinu? Já, allt og oft. Ég ætla að segja já þarna. Þú skeist á mútið loga? Já, ég hef samt tekið backpressuð með þér á árinu. Björnsson þess að punkt. Við þurfum ekki að... Þú er ekki mætt á einu dag. Nei, ég hef samt verið undir þinni leiðsögn. Já, reyndar. En þú er ekki komið með mér á æfingu. Þú er margótt sagt þú ætlar að mæta. En þú ert alltaf með mér í huganum samt. Já, þú fætti mér ekki punkt. Þú getur ekki orðið King of the Year ef þú er ekki tekið backpressu með gilsarónum. Þetta er skemmtileg spurningakeppni. Hefur þú skálað með Valtý Birni eða Ívari Guðmunds á árinu? Skálað? Er það að tala um bara... Þú veist að tala um að hafa bara hittan og tekið... Já, bara hellíði með honum, eða fáði bjór með honum eða eitthvað. Já, sko, mér finnst mjög hittan í glasi til dæmis. Já, ég meina Ívar Guðmunds var í búningapartíinu með ég skálaði með það. Punktur og blöð. Ég meina, ef þú ferði í bæinn, þá hittir ég verð að segja nei, sko, ekki á þessu ári. Ég meina, ef þú ferði í... Allt niður. Hvaða ógeðslega ára ertu búin að eiga? En ég meina, Bjössi, ef þú ferði bara í bæinn í kvöld og þá eru svona 100% líkur því að þú hittir annarkvort Valtarinn eða Ívar. Get ég bjarga mig frá hotni? Ég meina, ef við förum í bekkinn bara núna, ekki opið í sporthúsinu og... Ég veit að Valtarinn er löngu byrjar að fá sig, bara hringi hann. Það var í klippingu á hann, kall. En Steindi, þú hefur skálað með öðru hvorum með árunu? Alveg pottþétt, 100%. Sko, það er 5-5-3, BB King, allt keftu betur eitthvað tíma. BB er ekki koma sterkurinn. Ég veit að þetta er rosa svipa spurningar voru í úrslitunum, sko. En það er alltaf verið komin á spurningu 6. Hefur þið farið í Nauthólsvíkina á árinu? Já. Punktur og BB King. Já, ég hef alveg farið á hann, ég var ekki sóltaði. Ekki á árinu. Hvað varst að gera? Jú, við vorum að taka upp 100% hreinskilni. Upphafskynning fyrir Ísland Gott Talent sem var á þessu ári. Þá varst ég í Nauthólsvík. Þá var ég í Nauthólsvíkina að synda. Það er punktur. Já. Steinþór? Herðu? Hann er búinn að segja nei, svo er hann eitthvað, jú, heyrðu, kannski gjörðu. Hann svindlar hann líka. Hann er líka alltaf eitthvað, já, mér minnir það, man ekki neitt. Nei, ég er að hugsa, hérna, ég hlýt að hafa farið í Nauthólsvík. Nei, hann manna ekki, hann fær ekki stig. Hvenær fórstu? Hvað var ég að gera? Hvenær fórstu og hvað varst að gera þarna? Fórstu með teppi og... Nei, já þetta. Yes! En ég fór 2014. Það er 6-5-4, BB King er með 4 punkti, þetta er mjög spennandi. Hefur þið farið í fleiri en 5 utanlandsferðir á árinu? Já. Ég get að koma með fleiri en 15 á blöðustætti á, sko. Ég var að taka upp sjónvarstátt sem gekk út á það að ferðast að sniðið. BB King, fleiri en 5. Já, gæti verið, sko. Býtu ég næst að hugsa. Og fórst til, þú ert nú reglulega. Hérna, sko, utanlandsferð, verður maður að fara alltaf heim til Íslands og aftur úti, eða má ég fara, skilur má ég ekki fara Miami, Bahamas? Nei. Dómarinn lítur að dæma þetta. Það er sama ferðin. Dómarinn dæmir. Er þið auðvitað bara eitthvað fljóð til Köpen og Oslo og svo heim, skilur við? Já, samt, þú verður að fara út, verður að skottast heim. Já, nákvæmlega. Do your shit og fara aftur út. Jesus, maður er að fara hérna í einhverja hefi utanlandsferð. Auðvitað bara eitthvað fljóð hérna til eitthvað, hérna, Trondheim eða eitthvað. Nærðu ekki 6 ferðum á árinu, BB King? Ég ætla að segja jú með að við mína skilgreiningu. Ég get ekki gefið þig punkt. Nei, ég næði ekki. Engi punkt. Blöð er að taka King of the Year, hann er að pakka þig. Því miður. Hefur þið farið til Vegas á árinu? Já. Það er punktur og blöð. Nei. Ertu ekki bara Hvers konar ár áttu þið umíkjandi? En ertu ekki að gefa auðvitað þetta bara? Þú veist hvað hann hefur gert. Nei, betur, hvað er skemmtilega að fara til Vegas? Þetta er auðvitað að þetta vera King of the Year. Ég skal segja eitthvað skemmtilega að fara til Vegas. Skála og allt í björn. Já, ég líka bara því. Það er ekkert skemmtilega í heiminum. Ok, þetta gefur punkt, það er spurning sem þið mögulega allir takið. Hefur þú legið á strönd með einn jökulkaldan á árinu? Já. Þetta með grunaði menn myndu að fá punkt þarna. BB King kom með 5 stig, Steindi 6, Blöðrat með 9. Ok, hefur þú legið á Sundlaugabakka með cocktail? Já. Punktur. Og hvað er eitthvað? Já, þetta gerir þið King of the Year. Hefur þú verið í Sundlaugapartí þess að voru yfir 100 manns allir að hella í sig og DJ að spila? Nei. Það var í Vegas. Punktur og blöð. Blöð. Sko, þetta er bara Þetta er miklu Þetta var í poolparty í Vegas. Þetta er bara, þetta er sennilega mesti glömgu og allra tíma. Þetta er bara því að Fibli veit þetta, því að senda honum Snapchat þegar ég og Sverri Bergman voru það. Veitu, hvaða maður ertu? Það er sko maður hendi sér bara til Vegas í eitthvað poolparty
með yfir 100 manns og allir eitthvað geðveikir og þú bara, já, jú, þetta er svo gera þú ert í Hvað heldur það sé leiðilegt það? Nei, alls ekki. Þetta er í King of the Year, sko. Það er þetta skemmtilegt. Já, hvað hennar Ég og Björsson er bara að tala hvaða maður er þetta. Hefur þið farið í þveng á árinu? Nei, þar var ég ekki stygg. Nei, það G-streng. Það minnaði á B.B. King að hérna er menn completely honest. Ég hef klætt mig í kvenmannsnarföt for the sake of comedy. Á árinu? Punktur. Á árinu? Hann er bara punkt. Það er bara nokkra vikur. Þú og Stendur 7-7 núna. Stendur, þú farið í þveng á árinu? Ekki á árinu, nei. Ertu viss? Já, ég er alveg viss. Ég er farið í þveng. Steindi skráir alltaf niður þegar hann fyrir þveng. Ég læti, já, algjörlega. Ég seti þetta alltaf í nót í símanum, nákvæmlega. Þetta er mjög spennandi. Hefur þú notið ásta á árinu? Já. Ok, punktur á B.B. King. Þetta er ógeðsleg spurning. Hefur þú notið ásta? Ég er búin að fá bara 0 punkt eftir nú, sko, trekk í trekk, svo bara hefur þú notið ásta á árinu, punktur á B.B. King, ömulur nógi. Steindi? Já, jú, allir ekki, já, eitthvað tíma svona aðeins. Hvernig var það? Steindi, hvernig var það? Hvernig var bara... Var það ekki stemming? Jó, maður bara notaði mjadmyndar og... Maður reyndi að gera þetta bara fagmannlega. Tjóvill er þetta alltaf óþægilegt. Og það er ein spurning eftir. Hvernig er staðan á þessu? Erum við jafnir í öðru og þriðja sæti? Það er 12-8-8. Það er spurning, sko, annarkvæður við getum núna basically tekið silfrið. Þið veitir hvað ég segja, gott silfur, gulli betra. Algjörlega. En það hefur hristig á árinu? Egil hættu þessu. Það er spurningi hérna búin. Þetta er svo astnað, það eru krakkar í bílnum með foreldrinu sinu, sko. Ég er bara með áleira. Já, allir hristi eitt shake. B.B. King? Já. Ok. Punktur á B.B. King. Þetta er svo virkilega brenna. Líka kongur þessi Björn Bragi, maður. Heldur að Björn Bragi hefði ekki bara sofið okkur stelpu í ár og hrist sig. Maður ásins. 13-9-9. Þið eru saman í öðru sæti félaginu. Veitu hvað fekk Ötti stig fyrir hristingu? Ötti hefur bara gert allt. Ég gaf hann hristingsstig. Hann var vist að sjá sundlega á bakkanum. Ef ekki hægt að ræða þetta á Björnstík, gaman að sjá þér. Blöð og King of the Year. Já, þakka fyrir það. Hvenær hristur þau þetta? Þegið. Segðan mér hérna Björnstík, þú varst ekki út bók. Já, við klárum hérna spurningkefna, svo tökum við góða innkomi að ræða bókina. Er það ekki? Við bara erum að fara í hana núna, við erum að falla á tíma hérna. Ég veit ekki að það sé eitthvað. Já, mér finnst það líka. Hérna, þessi bók Áfram Ísland. Ég á hana og er búin að vera að lesa hana og skoða hana. Hún er mjög skemmtileg og lítur alveg mjög vel út. Og hvað voruð þið lengi að gera hana? Sko, það er nefnilega því að keppnin það er svolítið fyndið að fara úr samt hristingnum yfir í að tala eðlilega eitthvað. Ekki alltaf hristing, þetta er mjög virt spurning. Mér finnst, persónulega finnst mér að við ættum að fá, þú veist, annarkvæmt lag eða 3 mínútur. Við þurfum að jafna okkur aðeins þetta, við þurfum að fá þögn. En eigum að fá þögn, bara ekki setja laga neitt. Fáum bara þögn Setjum bara hálft lag. Svo tölum við saman bara eftir. Setjum fíblið á. Drop the bass, Jesus. Come on Jesus, segir DJ Muscleboy í jólalagi sínu. Men hann er ennþá hérna hjá okkur, Björn Bragi. Ég elskar Jay-Z, það er ekki bara Jay-Z skít í dag. Ég er í team Jay-Z. Þú þurftu að jafna mig eftir spurningkefna á hann, sko. Já, við þurftum aðeins að setja á svona fallegt jólalag til að róa okkur. En já, Bjössi, til hamingju bókina. Takk. Og hún lítur hreikalega vel út og ég var að spurja á hann, það var bara svo stutt síðan vorum að tala hristingina, við gátum ekki farið beint í bókina. En ágætt að rifja hann satt upp aftur. En hvað voru þið lengi að gera bókina? Sko, málið var að þessi keppni kláraðist ekkert fyrir bara í haust. Hún kláraðist náttúrulega í október og í byrjun september var fyrst ljóst að þeir væri að fara í rauninni áfram. Þannig að það var svona mest öll vinnan var bara í september og október. Þú overdósaðar að koffinu og bara got to work. Það var svolítið þannig. Þetta voru mjög langar tarnir. Þetta eru mögulega lengstu vinnutarnir sem ég nokkuð tíma tekið. Bara vinna alla nóttina og... Já, til þess að í rauninni komin í prent og snemma til þess að geta komin út fyrir jólin sem eru þetta mikilvægt. En við samt þá að þetta hafi verið svona törn þá eru við hrikalega ánægð með útkomuna. Já, og þetta er líka gaman. Þú veist, að vera að sjá eitthvað að vera að mótast og vera til, sko. Það er mjög gaman. Mjög skemmtilegt líka því að maður hefur svo mikið áhuga á þessu. Þá er þetta svona, tekst manni að gera þetta, þú veist. Já, ég vil ekki að glugga hérna í viðtöluna. Þetta er svona persónleg og skemmtileg viðtöl og svona punktar sem maður vissi ekki landslið. Vitið hvað þetta minnir mig á? Þetta minnir mig mest á HM 94 bókina. Muni eftir henni. Já, ég man eftir henni. Þegar ég var úlingur og krakki, ég man ekki alveg hvernig hún komin. Hvað var manna 94? Hún komur glút 94. Já, það voru við gamlis. Ég var 14 ára og þú var 10 ára. Já, þetta er svona, þetta er basically svona, ég segi nú ekki closet bók, en þú getur opnað hana og tekið 2 blaðsíður eða eitthvað bút úr hinu þessu. Það er ógeðslega þægilegt að detti hana. Þú þarft ekki að taka hana allir í einu.
Ég er nefnilega, sko, ég elskaði þessa bækur þegar ég var yngri, sko. Já, ég ætlaði einmitt að segja, þetta var svona bók sem ég dreymdi sem krakki, sko. Já, ég hugsaði einmitt svona, þú veist, svona bók sem gaman að fletta, þú veist, ég var að lesa hana, skilur, frá fyrstu blaðsíðu til síðustu, bara eitthvað upp í rúmi, en þú veist, þetta svona gaman að fletti henni og líka kannski, að hún sé svona eiguleg, þú veist, seinna meira, þú veist, náttúrulega þetta fram að keppni, en svo líka, ég menn eftir 25 ára, flettis upp, skilur, og svona rifja upp þetta, náttúrulega geggjaða mót, sko. Áfram Ísland og við segjum bara áfram Björn Bragi. Þetta flott bók og til hamingju með hana. Takk fyrir það. Ég segi áfram þið. Já, og þessi bók fæst alls það ekki? Alls þar. Virkilega gamla fáð, ertu á hraðferði, ætlar að vera með okkur lengur? Ég þarf eiginlega að rúla núna, þannig að ég ætla að þakka fyrir mig og sérstaklega líka fyrir spurningakefna. Ég fekk silfur, eða ekki? Jó, ég bjóst við ömmundu minn og það var mjög góð spurningakefnum. Við vorum saman í silfur, við deildum silfur. Hættum bara að tala um þessa spurningakefna. Koktelbók og gjafabréf Kólrestaurant.is Stay Matte púðrið frá Rimmel er nú loksins fáanlegt á Íslandi. Inniheldur náttúruleg steinefni sem gefur húðinni matt og fallegt útlit. Get the London look. Ekki missa af The Boom, The Knock eða The Hoop. Þú fær frábær og flott call-out heyrnartól með völdum farsímum og spjaldtölvum í verslunum okkar á meðan birgðir endast. Þú getur meira með símanum. Nefndu þrennt sem gerir ekki við tengdamömmu þína. Nefndu þrennt skemmtilega borðspilið. Setjið Lotto meðan út í glugga því jólamilljónirnar koma til byggða helgina. Jólapotturinn stefnir í 22 gleðilegar milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Spjaldtölvur, fartölvur og allar tölvuörnar í jólapakkan á lægra verði í tölvulistanum. Opið til 10 í kvöld í verslunum okkar allt land. Tölvulistin, tölvuverslunin þín fyrir jólin. Jólaföt og jólagjafir fyrir alla fjölskylduna. Next Kringlunni. Engin transvita. Náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Herra Örlygur og Coca-Cola kynna Risatónleikar 19. desember í Gamla Bíó. Úlfur Sturla Atlas Gísli Pálmi og Gus Gus. Húsið opnar klukkan 9 og tónleikarnir standa til 2. Ekki missa af partí ársins 19. des. Miðasala á tix.is. Við kynnum með stolti nýjan og gómsætan konfektmola. Ljúfengt Sirius súkkulaði fyllt með mjúkri saltkaramellu sem bráðnar í munni. En ein ljúfeng ástæða fyrir því að gera vel við þig og þína hátíðarnar. Nóa konfekt. Gott að gefa, himnest að þiggja. Jólagjöfina hans finnur þú hjá okkur. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Bátur vikunar á Kvistnós með skít kjúklingabátur á aðeins 599 krónur. Kvistnós. Við erum alltaf í leiðinni. Sólbaðstofan Smart, Ánanöstum. Sími 533 3350. Láttu draumaðina nám erlendis rætast. Kannaðu hvað í boði á kilroy.is. Rainbow Six Seeds komin í verslænir Elko á PlayStation 4. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það held ég, elsku ostaveislur og lífsförunautar. Þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það er Steindi June, Egil Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum fína föstudegi. Strákar, 18. des og síðasti þáttu fyrir jól, eða síðasti þáttur á árinu. Já, við komum ekki aftur fyrir 8. janúar. Við erum að fara í bara góða pásu. Ok, þá segi ég nú bara halló Hafnarfjörður. Já, við þurfum líka sá frasi. Leggjast undir feld og kom með nýja dagskáli á nýju ári fyrst. Já, ég ætla bara að fara heim og leggjast undir feld og bara vera undir feld. En við erum hérna með gaman og góðan, ég ætla að taka upp síman, það er komin tíma á Kaffitás Tristan. Já, straffi, áður við förum í hann. Áður við förum í hann. Býttu ekki hringja neitt. Ekkert hringja neitt, sko. Við þurfum aðeins að ræða þetta. Ég hef aldrei verið, neitt spenntur fyrir að fara í þetta. Egil, hvað er í gangi? Sko, málið ég er svo mörg tromp fyrir þig núna. Já. Ef þú færð ekki date núna, Steindi, þá ertu failure in life.
Já, þú getur samt ekki sagt það, þú ert alltaf með svo vond og erfið konsept, ég meina hvað... Nei, treystu mig, ég er búin að köpa geggja konceptu nú. Ok, hvað er það að tala um? Þú ert asískur, fjárfestir. Akkur er asískur? Út af því að þeir eru mjög gáðaðir, mjög skemmtilegir og... Er það ekki racist bara? Hvað mennur það? Nei, ég segir svona. Þau eru gáðaðir og skemmtilegir? Akkur er racist að vera asískur? Nei, ég er bara svona stereotypan af... Það skiptir engum máli. Ég er búin að kynast mörgum asískum gegnum tíðina. Þeir eru allir verið með tölvöld hærri grendaðastölu en ég er með mjög lága grendaðastölu, viðurkenna. En þeir eru allir verið hærri sem ég elska. Ég þekki mjög marga asíubúa, þeir eru allir toppmenn. Og hvað meira? Og það sem ég er að segja við þig núna, þú ert asískur fjárfestir, skrifa þetta niður. Þú ert í limósíu sem er rándýr, þú ert með jólasveinahúfu og með jólastandara. Ég get ekki til að segja það. Og þú ert með Billy Boy klárun á kantunum og ef þú ert komin í vesen, myndu þetta bara át, ég veit að það er mikið langa tíma. Ef þú ert komin í vesen og þú ert ekki að fá að date, hendu inn á út með nóga kókain á þér. Nei, og hýparast það maður. Og þú selur balans. Þetta út af hverju kókain? Þetta er, herðu, bara, ég ætla bara að hringja. Hann er fjárfestir. Hjólaði bara í þetta. Fjárfestir og... Ég veit ekki hvað ég... Það er Kringluna, þetta er Ólöf. Halló. Já, góðan daginn. Já, er þetta Kaffi Tár? Já. Góðan daginn, Tristan heiti ég, Ólöf, er hún við? Já. Það er ég. Fengi ég að tala við hana? Já, þú ert að tala við mig. Já, ég er að tala við hana. Já. Ó, bingo. Ólöf. Já. Tristan heiti ég og ég er komandan til nú í hádeginu. Já. Og keypti hjá þér kolsvartan bolla. Kolsvartan bolla? Já, af uppáhælling. Já. Kannski, manstu eftir mér? Nei. Ég er asískur og fjárfestir, ég var í jakkafutum, var hérna í kringu svona milli 12 og 1, hálf 1. Já, ok. Nei, ég man ekki eftir. Nei. Allt í lagi. Það er kannski, það er líka brjálað að gera. Já. En Ólöf. Já. Þegar þú afgreiddi mig. Já. Þá, mér fannst að ég finni einhverja ströma. En það sem ég langar að gera, Ólöf, er að mér langar að bjóða þér út. Og ég er núna í rándýrri limósíu. Já, það er gott hjá þér. Og ég er í engu, nema ég er með jólasveinahúfu. Já. Og með jólastandara. Já. Og Billy Boy. Og ég get verið komin til þín eftir korter fyrir utan Kringluna. Já, ok. Far í rugl, far á ævintýrin. Kýla á þetta með mér. Ég segi bara nei takk því ég er að vinna. Nei takk. Ég var í jakkafötum, ég er fjárfestir. Ég er eitthvað balansík, sölumar. Ég er búin að vera þetta með annan fótinn í Kringluna að selja fyrirtækjum. Það sem ég langaði bara að gera er að bjóða þær út. Félagi minn er búin að leigja mig limmuna sína. Að rándýra limmu. Það er ekki til svona limmu á Íslandi. Þetta er one of a kind limma. En ef hún sé ekki til á Íslandi, af hverju er hún þá á Íslandi? Hún er nýkomin ok. Búið sérstaklega flutt inn þessi limmu sína. Eftir korter þá geti ég verið í engu nema með jólasveinahúfu og í jólastandara. Ég segi ennþá nei takk því ég er ennþá að vinna eftir korter. Með Billy Boy. Ég er einn af þeim sem tekur ekki nei fyrir svar. En nei. Eftir vinnu, klukkan... Nei, ég segi nei takk og ég þarf að fara að afgræða annað fólk hérna. Ólöf, taktu sénsinn. Er með jólastandara. Já. Með Billy Boy og nóg á kokaini. Nei takk. Ég mæti í Kringluna. Já, ok, mætti bara í Kringluna. Ég verð komin eftir 15 mínútur. Ok. Sharp. Förum við málið. Já, einum við gerum það. Einum uppáhælling, Ólöf. Förum við málið. Og ég held munir endurhugsa svarið þegar þú sérð jólastandarann. Ok. Herðu. Ég er á leiðinni. Já, ég er að renna á mig einum Billy Boy. Já, ég þarf hérna að fara að afgræða. Ég skilði mjög vel. Ég er rétt á komin og ég renni einum Billy Boy á mig á leiðinni. Sýni þér standarann. Já, gott hjá þér. Og allt kókið. Já, steik. Ég byrði hérna steik. að fara að afgræða. Við verðum borðandi steik í New York. Já. Býtu þá til að segja standarann. Ég er að koma. Já, ok, við sjáumst þá. Þetta blössuð. Ok, bye. Hvað það var maður, Egill, ángríns. Egill, hvað er þú að gera? Egill var að segja mér að gera þetta. Herðu, er Egill, veistu að Steindi, mér er illa í síntalinu. Mér er óþægilega þegar... Akkur er þetta að segja þetta? Akkur er þetta að segja þetta? Hvað meinur þú? Ég við alltaf bara tekið... Þetta er ógeðslega óþægilegt, ég var að gera þetta bara fíbl. Mér er þetta illa. Herðu, hérna, Egill... Þú getur að kasta þess á Egill. Egill, hvernig á ég að geta fengið Egill, hvað var þú að gera? Hann var ákveða texta fyrir
hann er að skóla Tristan til hvernig á ég mögulega geta fengið stefnumót á því að vera hérna í standbílu með fullt af kóka Hvernig gæti skiti á þig með alla þetta good shit sem ég gaf þér Hvernig gæti skiti á mig með að segja við hann að ég veri með standbílu og með fullt af kóka Þetta er ógeðslegt Hvernig datt mér í hug að reyna þetta Hvað erum við að gera þetta bara í jólaþætti líka Ég átti að stoppa þetta símtal strax Byrst afsökun á þessu Hér er hins vegar Firestone komið á fóninn I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel the change in me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can die in desire. Burn in love tonight. Ekki þessu lagi Kygo með Firestone hér í FM 95 blöð Það er gott lag hér Já, búin að vera þetta síðan 5 í dag með jólaþátt Það er búin að vera gestagangur og símtöl og það er komið með þess að öðru símtali hér í þessum þætti Því að síðustu helgi var hann Gunnar Nelson að keppa í UFC ásamt Conor McGregor fór ekki nú vel fyrir okkar manni því miður en hann kemur nú bara sterkari tilbaka 100% En við þekkjum hann rétt og Keiluhöllin og Betra Bak fóru í skemmtilega leik þar sem að þú fékkst þér pítsu í Keiluhöllinni og keyptir pizza matselunum á milli 12 til 3 þá gastu unnið tempurrúmið hans Gunnars sama rúm og Gunnar Nelson á frá Betra Bak og það voru bara 400 manns þarna í Keiluhöllinni Met kvöld á Keiluhöllinni sagði King sem vil Já, og þvílík stemming fyrir utan náttúrulega hvernig bardaginn endaði og við ætlum að hringja hérna, ég er með númer á Var einhver að vinna tempurrúmi semst? Já, þetta er pakki upp á 400.000 kall og hann verður að svara ef hann svarar ekki þá má ég eiga það Ef hann svarar ekki þá Já, þá ég er með 2 númer hérna við skulum byrja bara á þessu hérna það er eins gott að, hann Örn svari Mæli með því að svara hana Þetta er 400k Já, þetta er 400 sko Out the window, ef þú svarar ekki Þú miklu höfðingi Það segja nafni, hann að vinnars geta satt hann að skiti ef hann svarar ekki Já, hann heitir Örn Örn, hvað svona, það verður að segja fullt nafn Kallaður Össi Halló Össi Þetta er Örn Halló Össi Örn Halló Heyrðu þetta, hann er komin á hann er á línunni Já, hann er á einhverjum happy hour Örn Nei, hann skellti á Heyrir hann ekki í okkur? Ætlar hann að missa rúmið að þeim tala ekki við Ringdi aftur í hann Hringdi einu sinni, þegar það er svolítið hart að missa 400k þegar Hjælt að vera ekki ræði sér sko Það er ekki ágætt að kíkja á barda að kaupa sér eina pizza og shake og fá 400 skona rúm sko Hann er með dökkan Róla skella á Nei, þetta er talúl, ef við ekki tala á talun hans Það var þetta talúl Össi minn Hann var að missa rúm Var það talúl? Við erum að tala inn á talun hans Hvað son er Örn? Grei kall Össi minn Ég ætla að gefa hann meitt sem annars ringjum við næsta Já, þetta er Örn hefur tækið fyrir að gera þessu núna Svaraði síman Þetta var bara Hvað eru að tala um það? Þetta er 400 skona rúmt í Íslandsmeir Hann einhvers það með allt niður sig að fá sér dökkan bjór einhvers það Nei, hann er búin að missa þetta grei kallinn Hvað gerum við þá? Þá ætlum ég að ringja hérna í dreng sem heitir Páll og ef hann svarar ekki heldur að þá erum við bara í vesenni sko Þá gefur við bara næsta hlustanda sem ringir inn 400 skona rúm Nei, það er nú fullt gróft sko Er það? Akkur ekki? Við veist að þetta maður gera King sem við vil gefa rúmið sko Má sjá hérna Það er nótilust King sem við vil Já, það er að vera eitthvað sem keypti pizzu Þetta er góða bútur Já, þessar hljómasand ágætlega að gera það En ef við myndum bara ringja einhvert og gefa einhver rúm En Palli ekki að svara það? Þetta er náttúrulega menn sem að tóku þátt í leiknum sko Æ, er ekki full ljótt að taka þetta af honum Hvað varst að gera? Hann tókaði mækinn niður Þetta ekki gera þetta Það sett hann hjá punktnum á sér og hann rak við Það er það sem hann gerði nú Það er bara vantað eitthvað lífi hitt út á Halló Er ykkur á línunum? Þetta er alveg döðstrókar Hörru, hann rak Öðun, alltaf ekki að skamma að stenda fyrir þetta Það er lesið þið nefn Ég er svo stressaður hérna á símanum að ég næði ekki Já, ok, hann má reka við í mikrofóninu og ekkert sagt við það Það þýðir bara að hann gerir þetta aftur Hann ekkert var að hætta þessu núna sko. Þetta var skynnt ákvörðun Núna gerir þetta hvert einan skipti sem hann var að reka við Mér fannst bara eitthvað vantað hérna Þetta var bara Ég gef skíti í þetta Ég gef skíti Palla og Össa
Ringjum núna í einhvern Ég segi við ringjum í Valtibjörn, gefum honum þetta rúm. Nei, herru, rúmið Valtarinn þarf góðan svefn. Það svo ljótt að gera. Hann vann rúm frá Betra Bak, 400 krónar rúm. Hann keypti sér pizza and shake sem heitir Gísli á Uppsölum. Hvað fullt nafn á þessum Erni? Það bara stendur ekki hérna í póstunum. Elsku vinur. Herru, sláðu þið símanúmerið. Nei, svo allir að ringja núna því að halda þessum að gefa rúmið. Við erum ekki að gefa rúm. Ok, þið erum að segja steindasamt, svo sjálfur hennu. Þetta ekki að fara að gerast mikið ofta þetta. Ég situr hliðin á. Það allir fíntur þið, þú 3 metra frá hann. Hann tókaði mækið niður og hann rak við því. Þetta var bara skemmtilegt. Ég held að hlustendum hafi þótt þetta gaman. Ok, fyrsta svarar ekki Egill. Fann hlustendum þetta gaman? Þá skal ég gefa þér hérna stuðlagið. Við skulum enda þáttinn á stuðlagi. Hvaða stuðlag? Byrja á sekundu 29. Byrja á sekundu 29? Já, ég afsækjum það því að ég veit þú þetta að brjálast eða þú tekur 29. Ói, þetta ekki byrja þetta fyrir. Ætlar að enda þáttinn á svona. Að heyra sekundu? Að ringja, við ringjum Það er ekki trailer að neitt. Við reynum að ringja til bæ, það svarar enginn. Það kemur þetta viðrekstur í mikrofónin og svo ætlum við að enda þetta á stuðlagi. Já, býtu, þú átt, sko, mér finnst þetta ógeðslegur endir á árinu, bara svo við Já, loksins, lest yfir hún. Já, þetta hræðilegt en það sem að það ok, bara svo ef hann að hlusta Örn, þú vannst þér inn rúm frá Betra Bak, þú keyptir þér pizzuna Gísli á Uppsölum á Pizza og Shake sem besti pizzabúðstaður landsins og í Keiluhöllinni og vann rúm frá Betra Bak. Eitt sér að koma að blöð áður hún spila stuðlega, þetta geggja stuðlega, ég ætla að fólk minni elska þetta stuðlega, það kemur öllur í gýrin, ég ætla að koma inn að félagi minn sem toppmaður að gefa spil sem með nefndu þrengt jólin. Geggjaspil. Eitt skemmtilegasta fyllir í þessi spil sem ég spila á æfinni. Þannig að ég mælum alla sem hefur gaman að spila og fá sér rautt eða kaldan. Hvernig þetta spil? Þetta sést að kemur spurning, segjum bara, ég segi við þig Steindi, nefndu 3 tegundir af bjór. Þú íti á takka og það kemur tikk, þú hefur 3 sekundur sem kemur á ég bara taka túpa þetta. Já, ef þú gast nefnt 3 á 3 sekundum, þá farið 3 púnta. Þetta er mjög einfalt og þetta er fáránlega skemmtilegt. Ég getur þetta að spila þetta um jólin. Já, þannig að þetta er gott svona jamspil. Þetta gefa okkur eitt svona. Já, þú mátt fá þetta og blöð, alltaf ekki að spila stuðlæðinu. Jú, það er komið hérna og bara ég bið hlustendur afsökunar á þessu lagi. Ég vil óska ykkur, elsku hlustendur gleðilegra jóla. Eigið þið farsælt komandi ár. Takk fyrir árið sem að líða. Við verðum mættir hérna aftur 8. janúar og vonandi bara hafið það gott yfir hátíðarnar. Takk fyrir okkur. Only One varaliturinn frá Rimmel komin í verslanir. Hann endingagóður, þægilegur og rakagefandi. Þú fær allt í einum varalit. Lengi lifið í Only One. Get the London look. Vertu viðbúinn fyrir mögnuðustu leikina sem boðið hefur verið upp á fyrir PlayStation 4. Star Wars Battlefront, Uncharted, Call of Duty, Black Ops 3. Gefðu skemmtun í jólagjöf. Gefðu PlayStation 4.